af sjónvarpinu. Dogsón Elsar á laugardegi. Þetta annað Dogsón ársins og þetta reyndar annað af tveimur í dag. Við ætlum að vera hérna á milli 3 og 5 í dag. Svo klukkan, upp úr 7. Það klukkan 7. Það ekki klukkan 7, Búlis. Já, þá ætlum við að koma inn fyrir leik Íslands og Kúbu á heimsmeistaramótinu í handbolta. Mættir, Naflin, Kili og Jón Kári Eldon. Velkomin allir sem einn. Þakka fyrir. Takk fyrir. Það einn leik lokið í ensku úrvalsdeildinni og Bournemouth pökkuðu Newcastle saman 4-1. Ég var ekki búinn að skoða exit, en þetta í fyrsta skipti sem að einhver skorar þrennu á móti fyrirverandi liði pappa síns? Hefur þetta gerst á? Það hlýtur að vera á lögði. Já. Má ég sjá, ég ætla bara Kluivert faðir. Skrifa hvað. Ég er svolítið ánægð með því. Þú ert svolítið að koma með þessa bandarísku tölfræði inn í enska boltann. Já. Það eru alveg kærkomið Já. að við verum aðeins að elta kanan í þessu. Ég sammála því. Já. Hann skoraði, hann er búinn að skora fleiri mörk á St. James Park heldur en Kluivert gerði á sínum tíma. Patrik sjálfur. Já. Þannig að þetta var ansi glæsileg þrenna hjá Justin Kluivert, önnur þrenna hans á þessu tímabili. Það eru auðvitað nóg að leikjum að byrja klukkan 3. Stórleikurinn leikur Brentford og Liverpool. Liverpool aðeins verið að heikstað undanförnu og Arne Slott hefur fengið nóg. Andrew Robertson komin á varamannabekkin og Kostas Tsimikas kemur inn fyrir hann. Komin tími til. Luis Díaz sem hefur átt erfitt uppdráttar, hann heldur sæti sínu þarna fremst. Eitthvað annað sem kemur óvart? Nei, þetta besta miðan myndi ég segja. Já. Svo miðan sem var að vinna allir þess að leiki framan á móti, sko. Svo ég myndi ekki segja neitt óvart, sko. Mér finnst Luis Díaz og Gagbo að vera virka fínt. Því að, jú, kannski Díaz ekkert skora mikið en það hefur opnast mikið fyrir Gagbo, sko. Heldur betur. Í Brentford-liðinu þá held ég að sé bara eins og við gerðum ráð fyrir. Ég hef skoðað fleiri leiki í dag, Leicester og Fulham. Það þessi markmaður, Gregi Kalli, hann bara ekki nóg góður, þessi Stolsarczyk, eða hvað sem hann heitir. Svona fátt óvænt þarna það. Það ekkert óvænt, myndi ég segja. Maður sjá, Sander Berge þarna inni. Já, hann hefur svolítið verið að bara rúlla miðunni sinni. Andrés Pereira dettur stundum á bekkin og Emil Smith á stundum og annars þetta sama vörn og vanlega. Tímondur Kastani komin inn fyrir Tete sem var framan á móti. Já, maður sjá og svo það hér West Ham mætir Crystal Palace og maður sjá Cresswell, Kudus, Paketta, já, þetta held ég allt eftir bókinni. Crystal Palace voru að kaupa eitthvað nýjan leikmann sem heitir hvað, Essi, var það nýji maðurinn? Já, nýji maðurinn. Essi. Já, nýji maðurinn segir Kili og alveg ekki pottið stóð með þetta allt saman á hreinu. Nú, við ætlum að skoða bettin hérna hjá okkur fyrir þetta allt saman. Ég fór bara í auðvelt. West Brom, Luton og Salford vinna 7,05. Jón Kári fór í alvöru negli. Það jafnaði maðurinn í mér. Þetta er BBC. Ég sá þetta á X-inu hjá Epic daginn. Það var eitthvað sem neldi eitthvað X-dæmi, þannig að ég ákvað að fylgja því bara. Þetta geti dottið. Ja, þetta geti dottið. Þetta geti alveg dottið, já. Fans að biðja myndir af Leo Reynis. Já, Leo Reynis kemur hérna inn á eftir. Hittumst í fyrst skipti. Var ótrúlegt. Já, Bjarki Viðarsson mættur og hann alltaf með flottar kveðjur, sæli snillingar. Hér horfa í símanum og svo með sjónvarpi í gangi líka. Hæ Jón, segir Bjarki. Hæ Bjarki. Bildir dagsins. Við svo sem, svona þetta bara. Já, Keane Lewis Potter verður í tómi brasi með Sala og endar á brjóta honum og fá guld. Já, ég er alveg viss um það að viss að sé að fara að skora. Sko, fyrst að við ætlum að láta þetta ganga upp, þá hefðu við líka geta hent í bæði lið skora, því að við erum með markaskora á báðum liðum annað. Já, það er komið tíma og Díaz, það er svona, hann þarf að fara að gera eitthvað og hann er fram í dag, þannig að hann deliverar. Sko, ef við bara pælum aðeins í þessu titlalaupi, því að þeir tókstu að minnka þetta aðeins niður Arsenal í vikunni. Förum aðeins bara á Epic síðuna sjálfa og skoðum ádræts þar, hvernig það lítur út og skoðum af því að þetta var nú eiginlega búið hjá að Liverpool áttu bara að vera með þetta. Við sjáum hins vegar akkurat núna að ekki eitthvað aðeins búið að hækka ádrætsið á þessu Premier League.
Það er FA og deildabikar. Já, það er lokað rétt á meðan leikirnir í gangi. Það er auðvitað hárrétt. Það er rétt að geta minkanir 1 stig og þá breytist allt. Já, þannig að það er ábúinlega búið að hækka kannski úr 1.30 og Liverpool kannski upp í 1.60. 6, já, 7 myndi ég halda. 1,6 eða 7. Já. Nú, Það er alveg lett. það er alveg eðlilegt. Leikirnir að fara af stað út allt Bretland. Það er auðvitað eins og ég sagði, það er einleik lokið í ensku úrvalsdeildinni og svo er einleik lokið á Spáni. Sevilla unnu Girona ekki ná að fylgja eftir frábæru tímabili í fyrra. Það er allt byrjað í Bundeslígunni í Þýskalandi og það er jafnt hjá Bayern og Wolfsburg. Það er 1-1 þar. Goretzka kom Bayern yfir en Wolfsburg jöfnuðu síðan. Nú, í öðrum leikjum þá er St. Pauli að vinna Heidenheim og Hoffenheim er að vinna Kiel. Svo Stuttgart að rúlla við Freiburg 3-0 og Leipzig að rúlla við Bochum 3-0. Þannig að þetta byrja með látum þarna, talandi læti. Hákon Haraldsson, er það best íslenski fótboltamaður í dag? Já, það er bara hannig. Það var Albert fyrir svona hálfu ári. Núna er það Hákon. Nú takk yfir hann myndi ég segja. Í Power-rankinu? Já, í Power-rankinu. Ef að Power-ranka 5 bestu fótbolta íslensku fótboltamenn as it stands akkurat núna. Hefur ekki byrjað á 1 á það, er auðveldra. Já, bara gerum það eftir. Ég ætla að lifa að hugsa þetta. Nú, Er hann ekki að mæta á Anfield? Jú, bara þriðdaginn. Í næstu viku, Alltaf Gunnlaugs er að mæta með honum. Já, það verður Kíkja á geggjað. hann. ef að fyrsti markaskóra í dag, erum við með hérna, ef við ekki að hafa á chatinu. Komið með á chatinu, munið að læka vídeo okkar, setja á chatið fyrsta markaskóran í þessu. Og sá sem hittir á þetta, hvað er að gefa þeim sem hittir á þetta? Gefa þeim innegn. Ammo. Er ekki með eitthvað ávísana hefti? Það er ávísið hérna. Já. Sigurður, hvað er að gefa? 200 fyrir fyrsta markaskóra. McAllister, Vissa, Díaz, Gabko. Það byrja. Þetta er byrjað. Heldur betur byrjað. Menn að koma með fyrsta markaskóran. Sá að vera rautt í dag, nei eða já? Já, það er rautt. Norgard. Nei, ég segi það verður ekki rutt. Þá er ég að tala í leikjum í ensku úrvalsdeildinni. Já, ég og nafnirinn samlega verið ekki rautt spjald skorað. Liverpool strax byrjaðir að pressa á heimamenn í Brentford. Nú, mörkin, þau fara þetta fljótlega hér inn, myndi ég halda. Það eru með mikið gleyma hérna Grimsby Town Chesterfield. Það er Grimsby dagur núna í Mosó. Byrja klukkan 2. Er það Grimsby dagur í Mosó? Það var gaman að fá myndir frá Grimsby deginum. Kannski ef að það er einhverjana í Mosó að fá myndir frá Grimsby deginum, það væri rosalega. Í hlégarði. Já. Það er eftir að vona að Jansson hafi byrjað, sko. Hann er í byrjunarliðinu, ég var að fletsa upp. Hann er að fylgjast vel með því. Hann er á kantinum. Það verið vont að vera með Grimsby daginn í Mosó ef hann hefði ekki verið inn á. En hann er inn á og ef einhver getur sett mynd Dogzone á hashtagið á Exit til dæmis. Já. Væri algjörlega meiri áttar. Nú, þá eru nokkru leiki búnir í Championship-deildinni í Englandi. QPR-un Plymouth, þetta allar gangi illa og gulla og félum. Cardiff vann Swansea 3-0 í velska slagnum. Trafford í gær maður, það grínast eða? Hvað? Varðið 2 víti. 87 og 97. 1-0-0. Í 0-0? Já, börnlega er búin að fara aftur í kömlu. Góða dagana bara. Þú ert ennþá að fylgjast með börnlega bara? Nei, ég svona kíkja úrslitin bara. Sá þetta bara Twitter í morgun. Já, skil. Heldur betur. Má ég sjá, já, þetta er allt saman að byrja. Seðlinn hjá mér byrja hörmulega því að Fleetwood Town er konar yfir á móti Salford. Ekki gott. Veruleika fyrringi nær allalega til Salford líka. Já, Svona Manchester United veruleika fyrringin. Og nær allalega Salford líka. Þeir eru reynda búin mjög heitir á þetta. Strá, ég ætla að sína drengjónum með neitt. Skrifiði hérna á Google fyrir mig European Cup 1967-1968. Af því að nú vorum við að kveðja Dennis Law og nú voru þeir allir farnir, snillíkarnir 3. Skrifið, ítið að smetla á European Cup hana, bara á European Cup 67-68. Ég ætla að sýna ykkur eitt aldrei merkilegt núna. Færum okkur niður og skoðum topp markaskórar í þessu. Og það ætti að vera bara svona neðarlega í þessu. Fyrst er alltaf farið við leikina og svo svona farið í helstu markas. Sjáðu markaskórarna. Júsebi og markaðistur. Sjá hver er það nummer 5. Hermann Gunnarsson. Sá líka innskot í sá vikunni. Intertótókeppnin markaði staðar. Ég held að Raggi hugsaði verið þar. Já, það var einhver listi sem ég sá líka. Það var geður. Þetta er góð listi. Það er Júsebi og hann var markaðistu vissulega en
Sko, hann skoraði öll þessi lið, mörk segi ásækið, á móti liði frá Luxemburg sem að valsmenn slóðu út og mættu síðan Benfica þegar þeir settu þarna áreitametið á sínum tíma. Þannig að okkar maður Hermann Gunnarsson, eini sanni Hemmi Gunn með 4 stykki. Þú verið ólítill þegar að nafnli minn þegar að hann var með á tali. Já, ég náði því ekki. En ég náði, það var lagi. Það var svona svolítið minn þáttur með Hemma Gunn. Það var ég náði þeim Hemma. Það var rosalegu þáttur, það var lagi. Þeir eru að vera að dettin hér Giskin var Dísar, Mbuemo til Kela the Cat að því gefna Sala fari. Hvert líklegt replacement? Ég hefði sagt þessi Marmús sko. Ég að bræna Mbuemo bara. 90, ég held að sé 98 módel eða 7 módel. Það er eitt í þessu. Svo gamall. Ef við pælum í Brentford voru í mjög góðu færi þarna. Ef við pælum aðeins í þessum sentra vandræðum á Arsenal og það er náttúrulega alveg ljóst að þeir eru að reyna að finna og þeir þurfa að vera svolítið kreatífir. Ágætis sjátt hjá Ríó Ferdinand með Karim Benzema. Já, ég meina við vorum samt orðað við Benzema sko bara 2015 eða eitthvað. Já. Eða fyrir löngu bara áður hann kom til Real sem ég sko. Já. En þetta er örugglega að fara að vera Sesko eða á láni eða hann að Juve-gæinn Vlahovic. Mér finnst bara svo neyðarlegt að vera í þessari stöðu. Þetta er svo ábyrrandi, ákallandi vandræði. Já. Þetta er svo desperate, skilur. En er eitthvað svona eitthvað óvænt að núndi? Ertu með eitthvað kreatívar en þetta? Því að maður veit ekki með Vlahovic, sem er svona heitur kaldur. Já, en ég var helst til að fá einhvern úprem sem geti bara, þú veist, tekið eina æfingaviku og verið bara komin inn í þetta sko. Þú veist, ég hef ekki tíma í eitthvað aðlöðuna dæmi. Væru til í bara Raúl Jiménez? Já, þú veist, Vertu í mæknum? Já. Já, eða þú veist, ég var freka til einhvern proven PL-gæja sem getur skorað í staðan fyrir að taka einhvern tjens á einhvern sem hefur aldrei spilað í Premier League. Þú veist, sjáu bara, fá minna Nicolas Pepe að hægælda frönsku deildina kemur svo, þetta er bara allt ennum skepna. Mundur þú taka Mbuemo? Já. Mbuemo? Já, og eða Vúlsgæðin Kunja. Já. Þú veist, bara einhvern proven. En Kunja vill vera út allt, sko. Þú vill ekki einhvern sem er inn í teig. Jú, en ég vil bara PL-proven. Já. Fyrst og fremst, mér er alveg sama allt hitt sko. Sem ég varti hann með þekkinguna. En Mateta, minn maður. Já, ángríns, ég vil bara gæja sem er inn á vellurum að hugsa að skora. Já. Eru Gabó, skalli, enda margið. Þú veist, það er allavega mitt take á þetta. Getur ekki verið bara eitthvað að spila okkur inn í markið sko, það er úþólandi sko. Já, þetta verður áhugavert að sjá hverju þeir landa. Það er alveg pottitt líka AC Milan má mega bara taka einn leikmann utan Evrópusambandsins eða ekki. Þannig að þeir geta ekki tekið bæði Kyle Walker og Rashford. Það er á rétt. Ég var bara til Rashford. Þeir samt eru nærði að taka Kyle eða ekki. Jó, því að Calabria er líklega að fara sko. Þannig að það er orðnið svolítið þurnir í bakverðinum hæra megin. Já, þetta verður áhugavert að sjá hverjir enda þarna. Fá bara Rassi, endur nýju líta. Já. Sá hvernig Arteta tók á móti Kai Havertz. Já. Einmitt. Maður sjá Kristinn Högnason nýjasti shitscraperinn. Munið að læka vídeóið. Það verður að læka vídeóið. Já, það er einn að segja Mbuemo 99 módel sko. Bara sign him up. Let's go. Yngri naflin. Já, hann er oft sagt að fólk heldur þessi eldri en ég sko. Hann lúkka svolítið gamall. PL proven er vannmeti koncept. Já. Hann er bara ekki allir sem að hit the ground running þar sko. Nei, það er bara þannig. Þú veist, það getur verið líka bara grátt yfir fyrstu 2 vikunar. Við slum passa upp á að við verðum á tánum þegar fyrsta markið kemur því að menn eru að dundra inn tipsunum á þetta allt saman. Sjá, það verður flott að fá útskýringu á bettlingunu, orð eins og outrights og álíka flókin orð. Ok, outrights er bara, þú veist, hver er sigurvegari, þú veist eins og outrights í bara pílunni, þá var bara Luke Littler, hann vann skiluru. Hver vinnur mótið eða deildina eða hvað sem það er, verið að spila í bikarkeppni eða eitthvað. Getum við fara aðeins aftur í það sem vorum að skoða áðan, því skoða hver er líklegastur til að taka FA-bikarinn. Bara svona fyrst að við erum að þessu. Aðeins að sjá, að ég sá að hann var þarna. Deildabikarinn er þarna. Já, deildabikarinn var ekki FA-bikarinn þarna á hann. Jó. FA-bikarinn. United. Þetta er allt galopið.
Þetta galopið í FA byggarnum, það skemmtir að við þetta. Já. Hafið eitthvað náða að fylgjast með tennisnum frá Ástralíu í ár? Nei, ég hef aldrei dottið inn í tennisinn, sko. Nei, ekki neitt. Voru þeir endur að magnaða mynd af stráknum hann að Rapp Kumar daginn hann, þegar hann var að reyna að vera atvinnumaður aftur. Mæli með, hann var dúkar hjá tímabilið eitthvað og þetta var alveg bara ótrúlegt, sko. Já. Hann er skemmtilegur. Ég hef svolítið verið þegar hefur verið Íslandsmóti í tennis í Víkinni. Kútos búinn að skora. Taka viðtölu þar. Kútos búinn að skora. Kútos stoppa. Fyrsti markaskora, já. Og Emo alveg á góðri ferð, sko. Og hann dækna honum. Já. Kútos búinn að setja hann. Er það potið? Byrjuðu, þeir segja það. Nei. Bæinn er koni í 2-1, Michael Olise er búinn að skora. Það er góð pæling hérna hjá honum Brynjari sýnismenn neita. Er Epic ekki að gefa pening með að henda 3,14 á jafntefli í Juve Milan? Jú, það er mjög góð stuðl, jú. Það er alveg valjú þar. Sjátt. Strákar, getum við skoðað hérna töfluna í ítalska boltanum því að þetta er náttúrulega hilaríu stöff að við skoðum bara stöðuna í Serie A og hérna sjáum við hvernig staðan er í seríunni. Sjáum við þetta hérna. Juve hefur ekki tapað leik, spilað 20, unnið 7, gert 13 í jafntefli. Ótrúlegt. Hvaða bull er þetta? Þetta er bara galið. Þetta er galið. Þetta er algjörlega fáránlegt. Verður ekki að setja á það? Jú. Það ekki, þurfa ekki að setja á. Sko, þeir að byggja hvort að við getum sýnt seðlan okkar, maður er svo sem ekkert spenntur fyrir því núna eftir hvernig þetta byrjaði illa hjá mér, en Búli segur, getum við sýnt mönnum seðlana sem er að detta inn ákvörðat núna. Og Ég er nefnilega, þú ég segi sjálfur frá, þá hef ég mikla trú á mínu seðli. Díaz í færi. Díazinn. Já, verð. Já, þetta fer í varnamenn og Flekken er verð. á Flekken búin að vera öflugur í marki Brentford á þessari leiktíð. Minn er að fara að detta, það er bara hann. Já, ég hafði vel seðli. Já. Það eru þetta að byrja núna klukkan kortir yfir 3 er bikarleikur Þór Akureyri á móti Haukum. Já. Þar er ég með Haukastelpurnar. Þær hafa þetta verið að spila eitthvað best í bónustildinni og eru á topnum. Já. Þannig að mér finnst mjög heillandi stuðl 2,25 á Haukana þar. Emil Barja, hann Já. er hitt lóður sko. Heldur betur. Í mitt. Og Daniel hefur verið svona Káringurinn, geði. Já. Já, hann á þetta. Það er svona körfubolta útgáðan og svona gaurum svona þú vissir ekki að fara í þetta lið. Já. Hann fór að segja málminn. Já. Kom með vitnesku aftur í Hafnarfjörðin. Við erum hér með menn á vellinum hér. Já, hérna er það svona talum. Já, hvað séu? Hérna er þetta. Hérna er þetta. Það eru tveir í bóksinu á G-Tech. Já, heyrið, það er að sjá hvort ég nái á okkar menn í bóksinu á G-Tech vellinum. Má ég heyra. Við erum allan að reyna að ná ég á. Þeir eru út á velli, þannig að þá heyra þeir kannski í símanum en við látum samt reyna. Já, er ekki að pikka upp okkar menn á G-Tech vellinum. Og við höldum áfram að reyna að bjalli á. Má sjá hvað er að gerast í chatinu. Fáum við eitt strángheðalegt Elokópihótt. Já, hvað er sá meistari? Já, hann er náttúrulega að þjálfa þetta lið þarna sem hann fór með svo langt í byggarnum í fyrra. Hvað hétu þeir aftur? Þeir fóru Ekki voru ekki National League. Jó, þeir slóu út meðal hans Ipswich. Maidstone. Já, Maidstone United sem að hann stýrir, hann George Elokópi. Veit íslenska stráka sem hafa verið með hann. Hafa verið með hann svona á chat-línunni. Og hann var á tímabilið mjög opinn fyrir að koma til Íslands með eitthvað svona motivational eitthvað dæmi. Ég væri til í það. Nú, Tindastóll Njarðvík í beinni á live, mæli með. Það er fótbolti eða ekki? Nei, ég ætla að reikna með þessi kvennakarfa, ekki? Já, það er Það er hljómar þessu kvennakarfa. Er það sant? Bikarinn komin á live? Fótbolti Njarðvík nýbyrja með kvennalíði fótbolta. Ég stóri hefa ekki alltaf eitthvað leika mútið stólunum sko. Þetta er skemmtilegt að live sé byrja að sína leiki sem Rúf sýnir ekki bikar. Þessi leikur klokkan 4 í dag, þannig að þeir mennur bara að byrja að hita upp fyrir hann. Já. Hvað gerist þetta í körfunni í þessari umferð? Stjarnan tapaði? Gerðist ótrúlega Það gerðist bara allt í körfunni. Það var allavega ekki einfalt að vera að veðja á þessa leiki. Nei, Stjarnan og Tindastóll töpuðu bæði á móti
Haukum og IR Já. sem var svona 2 neðstu liðin framan á móti. Það var svona aðeins skiljanlegra með Stjörnuna sem Orri var ekki með og Hilmar fekk 5 villur svona snemma í leiknum. Ægir áttu ekki? Nei, Ægir er með. Orri er átt. Er ekki Acox back? Jú, það var back for the playoffs. Já, og líka bara mætti strax með double og vann Álftnesingarna. Too easy. Gengur ekki á KJ að greinu. Nei, ég var alveg miklar áhyggjur eftir að Haukarnir unnu sinn leik að Álftanes er alveg bara mikill hættu á að falla. DeAndre Kane og félagar í Grindavík með 64-63. Díazinn! Herðu. Þetta var færi maður. Það grínast í mér, það var rangur. Getið fengið töfluna í körunni, hvað eru mínu menn í KR? Já. Þetta er nefnilega alveg pakki þannig í töflunni. Ég held að Díazinn var ætlað í hjólarann, sko. Hætt við. Þannig að við erum að fara... Sjá ég. Pakið. Valur er úti eins og Já. Þeir munu alltaf komast inn. Já. Á Kostnekves. IR. Já. Þeir eru á hítir sko. Já, þeir... Já, við þurfum að halda... Við þurfum líka að passa okkur sko. Keflavík hefur litið mjög illa út eftir áramót. Já, en þeir eru bara bæta við. Já, þeir eru alltaf að taka þetta í viðbútt. Magnús Sverrir Þórsson fer bara dýpra í veskið, sko. Allt komið einhverja NBA-leikmennana. Já. En... Þetta byrjar í úrslitakefninni. Það byrjar að fylgjast með. Ég gera alltaf. Ég er svolítið áhyggjur af Álftnesingunum. Já. Það eru búið að tjálta öllu til þar. Heldur betur. Já, það er búið að leggja elling í það. Má ég sjá... Það er hér margar pælingar. Menn að pæli hvort að Bergvall þurfi ekki að fara að koma sér í alvöru lið. Lukas Bergvall. Já. Það var flottur. Nei, hann má bara vera hafna og bara flottur, sko. Dræfi í honum, sko. Það var flottur af henni, sko. Væri hægt að fá krupningu á leik KR og Víking sem var leikin á dögunum. Var ekki hálfgert bélið hjá? Jú, það voru bara Stígur Diljan, Halldór Smári og Daniel Hassins og bara einhverjum krakkar, sko. Akkur er verið að tala þetta niður? Þetta er Reykjavík-mótum? Elsta, Næstelsta. Þið hefði getað tapað en samt unnið 3-0, sko. Já. Svona fyrir aðdæmandur Reykjavík-mótsins var það skítlegt af Víkingunum að tefla fram Ég er sammála því. Ég er mikill Reykjavíks. Live, Dele Alli komið með samning hjá Como. Dele Alli? Já. Var skrundir. Já, ok. Já, Sesk? Já. Vonandi að hættir að sniffa gas. Vonandi gengur eitthvað. Heyrðu, hvað er í gangi hérna? Hvað er í gangi? Sko, bara búum og bara neltunum inn fyrir. Hjörvar, það sem þú sér þarna í liðstjórninni. Já, KR. Já. Hver er neðstur? Lúli. Lúli er komin aftur. Já, hann er mættur aftur. Herri, ítið á Lúðvík Július Jónsson. Þetta er Pabbi Magalú. Það er ekki neitt þarna, ok. Þetta er Pabbi Magalú. Þetta er Pabbi Magalú. Við skulum ekki tala hvað gerist 2004 í K-leiknum. Þegar hann leta hann heyra. Við myndum ekki tala um það. Hann er blekkir hrifin að því. Er til spjaldaferill á Lúla? Getur verið í... Spjaldaferill. Sjáu þið þarna. Hann fekk hana yellow card í leik KR og KA sem náttúrulega var þannig að ég var að láta línuverðin heyra og Lúli kallar út úr bóksinu góði hérna, yellow card og hann var svo sár ég trúi því þetta var virkilega kallgreið, hann var ekki ánægður með þetta. Nei, ég er satt mjög ánægður sem komin aftur inn, þú veist hann er alltaf inn í hérna svona það sem æfingasettin er og allt úti, allt að græða og gera. Já. Bara gott að hafa hann, góð nærvera. Hann er unnið þetta líka? Já, bara, þú veist, gefa góð fyrir sumari, ég er mjög peppaður. Naflin, ætlar að koma þér í dokknarbuxur kannski eftir ef þú verður í stuði? Já, það er reyndar það. Ég myndi segja sko, við þurfum eiginlega að skoða þessa leiki í handboltanum eins og mútið slóunum, jafnvel, millirilunum. Ef að Ísland næri einhverjum alvöru sigri Slekkin með vöslum þá ríf ég mig úr öllurum nema brókinni. Getur þú sagt mér bara á þú veist, mannamáli, þú veist, er einhver munur á Grænhöfðum og Kúpu? Hvaða mark? Þú veist, er bara Grímsby Jason Jason þá er að ronda á alla í hlikari. Já, Jason ég held það. Það er allt trillt í hlikari sko. Við þurfum að fá myndir sko. En nafli, ég er bara fornast bara hérna, maður er ekki mikið inn í þessu bara. Og hlékarð góðs mental, segir Leifur Ingi Einar. Hvað segir það? Er þetta bara að fara að vera Já, ég sló hennar unnu Kúpu með 19 mörkum. Já. Og bara litið mjög illa út. Þannig að þetta verður bara eitthvað kósi í dag. Já, við eigum að vinna, ég held að línan sé 18,5. Og við eigum bara að covera hana vonandi.
Þetta sko, þegar þú búin að horfa yfir þetta mót núna aðeins, Nafli, þú ert nefnilega einn af þessum brjálæðingur sem horfir á aðra leikinn Ísland, sem náttúrulega mjög sérstætt. Hver er að fara að vinna þetta? Danirnir að fara að vinna þetta, en svona frakkarnir líta betur út en ég held. Ekki það ég haldi eitthvað annað, en ég vona að ég held að, ég ekki vona það alls ekki, en Danirnir að fara að taka þetta mót. Gitsel bara kóngurinn í þessu liði og það bara lítið við því að gera. Svíjarnir voru brjálæðir við því að Ísland voru að fá miklu auðveldari leið hvernig heldur en þeir og þetta. Og eins og voru að tala miljónsinnum að við erum ekki að fara að mæta þessu top 6 liðum fyrir undanúrslitum. Þannig það, en Danirnir bara að fara að vinna þetta móti svo ofta áður. Aðeins og þér Killa, Nafli, ég hef ekkert engan áhuga á þér Killi. Nafli, nú ert þú ekki svona stór og stæðilegur eins og menn í handboltanum. Nei. Hvernig spjaraðir þú þig í handboltanum? Ég var hvort sem þú trúir ekki, ég var í vinstra horni. Já. Stundum dætti ég líka inn í hægra hornið. Það var maður að fara öfugu megin og setja hann megin við. Og ég svona, ég var mikill skapmaður, það svona, ég fengi svona sögur að því. Passion. Já, svona í seinni tíða, svona maður eru kannski sagt við einhverja sem kannski hafa ekki dátt að skilið. En það er náttúrulega ekki skemmtilegt að vinna, það er nú viskulega það er. En eins og með hendurna, kannski alveg náðu utan boltan og svona? Já, sko, ég væri sennilega ennþá að spila ef það væri tvistur en ekki þristur. Já. Þá væri maður ennþá í geiminu. Það væri náttúrulega geggja að væri spila með kvennahandbolta, svo gaman, maður getur nelt honum. Kemur ykkur óvart stærðina á þessum handboltum í þessum meistaraflokki. Það er alveg rísa bolti. Nú, Hlégarður went mental rétt áðan þegar að hann lagði upp þetta mark. Gísli Þorgeir yfir að undir 2,5 mörk á móti Kúbu í kvöld. Þetta er greinilega sneið á hann. Já, en þetta er samt bara mjög góð spurning, því ég var að ræða við nokkur í dag. Gísli Þorgeir náttúrulega bara ekkert geta eftir að Snorri Steinn tók við liðinu. Nei. Og bara bara fittar ekkert inn í þess að Snorri vil gera það. Hvernig þá? Á hverju það? Það er bara hann er ekki að búa neitt til, hann er ekki að skora neitt. Og síðan líka bara ef þú skoður þess að tölur í bara Magdeburg-liðinu, þá er þetta ekkert frábært heldur. Magdeburg er í 7. sæti og hann er 4. markahæsti í liðinu og skotnýtingin hans er í kringum 60%. Og það er kannski svolítið búið að vera að lesa það, menn bakki bara hans á hann, því hann getur ekki beint hamra á honum langt fyrir utan. Við slum segja skilið við hennan handbolta í smástund. Það var náttúrulega nóg hægt að ræða hann í kvöld þegar að Ísland og Kúba mætast. Eins og sjáið, þá er ég eldrauður eftir tennisgolf. Sáu þið þess að í þjóðleikhúsinu sem var sett út á Tenerife? Já, ég heyrði af þessu. Sá þetta. Búlis, getur við sett á þetta eitthvað? Ætlar aldrei aftur til Tenerife, svona kaldasta og leiðinasta teik allra tíma. Ok. Þarna einhver beint úr þjóðleikhúsinu, sjáu þetta. Já, hún er ok. Ellie er ekki, leikkonan. Þetta er einhver svona tribute-sönguna. Já. En allavega, þetta er bara svo mikið lack of respect eins og við fólki sem býr hérna í Santa Cruz og svona á Tenerife, sem er höfuðborgin, eftir að hafa farið eitthvað smá þarna á... En hver er rökin? Þú veist, lentum í einhverju slæmur upplifuna? Býð þess ekki bætur. Hún býður þess ekki bætur. Þetta er bara svona yfirlæti frá einhverjum tribute-söngara sko. Og já. Svo fórum við til Ítalíu og það var bara æði. Já, bara karaoke klúbbarnir vesen. Já, þá bara... Já, yellow card. Sjáu þið, svo er það andlit tennis, sjáu þið Steinda. Þetta er glæsileg mynd á honum. This is why we play. Steindi mættur á þetta allt saman. Jú vil þetta gott. Ekki hægt að tala saman á svölunum. Guður. Maður sjá besti hringur dokk á tenni. Herri, ég var að spila Abama-völlin. Hann er bara óverður. Það verður bara að segja eins og Hvað þýðir það? Það var bara, þetta var í rúmlega 100 kallin sko. Það var bara bilað sko. Þú bara, ef þú púttar í 8 sjó, þá bara fauk hann af gríninu sko. Rétt komst í hann. Það var svo bara pútt á parketti, flísum. Það var ótrúlegt dæmi sko. Unbelievable. Ég myndi eiginlega segja að hann væri bara oferfiður. Allan fyrir mig. Nú, maður sjá einhverjur að Keli ánaði Smárin að jarða Þorlák í gær. Já, Búli smítið á félaga. Nei, nú ekki ánaður. Ég sé hvað jarða vinið minni Búli sko. Þetta var afar samfærandi á Smáranum í gær. Það voru segðist eins og
En þar var dómarinn í aðalhlutverki eins og Búlli sögðu. Dómari var í aðalhlutverki því miður. Já. Þeir voru vonast til að þetta myndi snúast leikin en því miður það voru við erum ennþá að bíða til fyrsta markinu í ensku úrvalsdeildinni. Það er 0-0 í öllum leikjunum, það er einleik lokið þar sem að Bournemouth pökkuðu saman Newcastle. Afar óvænt, reyndar Bournemouth liðið frábært en Newcastle verið sjóðheitir að undanförnu. Á Ítalíu eru Bologna að vinna á Monza. Bologna er gott lið, bara ekki gleyma því. Svo á Englandi þá er Sheffield United komin yfir á móti Norwich. Þetta er leikur sem ég veit að þið varu til í að vera á. Sheffield United Norwich. Hjúrista leikur. Hér hann að ringja maðurinn sem að hvað segirðu, hvernig er staðan á G-Tech? Þetta er 0-0, Liverpool liggja á þeim. Þetta er Ólafurinn að Já, heldur betur. Liverpool stuðningsmaður nummer 1. Hvað er í gangi með Luis Díaz? Nú er bara hrista menn hausinn hérna í Túborg-tíðinni. Hvað er í gangi? Túborg-tíðan, besta tíðan. Það er hotn í gangi. Það heyrist bara í Liverpool stuðningsmönnum, rétt hjá þeim. Það heyrist ekkert í Brentford. Þetta er eins og jarðaför. Við erum einhver innan. Hann heyri ég einu Brentford. Hér var, klárum hotni. Klárum hotni. Sýst Mikas. Valdemarsson, knallklúb. Sýst Mikas. Herru. Ekkert að gerast. Já, það er menni í gíð, þarna heyri ég að stemning á G-Tech-vellinum í Vesturlundunum. Þú ringir í okkur leið og eitthvað gerist á G-Tech. Ég geri það, Jörgur minn. Thank you. Vestur og myndu það, thank you. Ok, bye. Það er nú stemning og stuð á G-Tech-vellinum. Við svo sem ég er að sjá þetta hótt núna, þannig að ég fekk þetta svolítið í kjölfarið. Talandi léleg bett, þá Stoke City að vinna West Bromwich Albion, þannig að þetta er alltaf varðið í fjöndan síma. Þannig að það er ekkert nýtt þar. Jón Kári lifir. Talandi tenni. Menn eru að taka Dogsson tenni. Já. Þetta er Auði Gylfa. Þetta er maður sem er búin að fara svo oft í Tenerife. Já, hann er búin að vera hann bara í 2 mánuði. Auður Gylfason er maður sem er ef þú fer á tenni, þá getur þau gengjaði vísu að hann síðan. Já, hann er líka bara í fæðingarólogi, þú veist, hann er bara að fara að vera í 3 mánuði og hann er bara á títam á eftir. Þú veist, hann er bara þessi kakar þetta gott í dag. Þetta er rétt skriðið við 30 og er bara eitthvað, ég tek fæðingarólogi bara á Tenerife. Þetta er geðveik mynd. Þetta er rosalega mynd. Peroni með. Peroni, sko. Hann er bara ekki hægt að fá Túborgarna, þannig að ég get afsakað, hann er afsakaður. Toppliðið á Spáni er að spila okkur núna Atlético Madrid á útivelli á móti Leganes. Má sjá hjör í formann Sjálfstæðisflokksins. Það er bara ekki hægt, ég er ekki í flokknum. Þú skráður í Samfó eða hvað? Ég var ekki að skráðu það. Unglega hreyfingunni. Var á mála það. Þú ert ekki skráður í flokkin? Nei, aldrei og ég verði aldrei skráður í flokkin. Já, maður veit aldrei. Nei. Maður veit ekki ævi sína fyrir öllir. Nei, það er rétt. Nú er Jón Kári, svo kemur einn og spyr Kela í formann Framsóknarflokksins. Það er nú spennandi. Ég held að það var ekki mikil þekking þar, sko. Það voru góður að sækja atkvæði. Þú getur sótt atkvæði. Þetta snýst bara það, sækja atkvæði. Sérstaklega á kvenþjóðinni. Já. Það snýst það. Konurnar í sveitinni. Já, stelpurnar í sveitinni. Náti þeirra. Já. Sveitakonan, hún er klári í Kilan. Íslenska sveitakonan. Já. Góð spurning hana. Já, góð spurning hérna. Hvort Giggi er stærra? Að vera þjálfari í Brann eða? Ok, byrjað þú Kili. Nei, byrjað þú Jón Kári, það er eðlilegt. Ég myndi segja íslenska landslið. Já. Þú veist. Europa League, topplið í Noregi. Er þeir núna í Europa League? Íslenska landslið. Já, en í Europa er Rugli Conference. Það er byggarinn sem í Europa League. Jú, ég myndi setja á íslenska landslið líka, sko. En ég held því skemmtilegur Brann. Ég held að það sé skemmtilega að vera með íslenska landslið og ég held að íslenska landslið sé stærra og sérstaklega við hugsaum til þess ef að hann kemur okkur á heimsmeistarmótið í Bandaríkjunum. Já. Erum við ekki frekar að horfa á EM? Pældi í hatrinu hjá Kela. Þú veist, hann náði einhvern veginn að klóra svo út í að Brann væri meira spennandi en íslenska landslið. Já. Pældi í þessu. Já. Pældi í að vakna svona. Já.
Nei, ég er ekki Arnar Gunnlaugs maður en ég er Rúnar Bergmann maður sko. Þú ert bara ekki Arnar Gunnlaugs Nei, ég er Rúnar Bergmann maður, þið veit ekki hvað það er yngsti bróðurinn. Já. Hann hefur verið svona, Geitin. hann hefur legið undir hann. Þetta er eins og að segja Atli Guðjóns hérna svo, Já. maður er Atli Guðjóns maður sko, ekki Bjarni eða Jói. Er það rauðlaupi á Brentford? Já, rángir. Gildir hann og Leopold að virka. Ég held að þetta með Arnar Gunnlaugs sé bara hérna að fara að vera geggjað sko. En peningarlega séð, spyr hann, hvort Hvort þetta sé betra? Hvor vinsældi á kvenþjóðinni, JK eða kötturinn það, JK Já, bara að bæja mæl. Það er bara ekki svo á kettinum. Já, ég sé á honum. Já, allir flokkar. Peningarlega séð, allir Brangi ekki sig ekki betur borgað? Jú, ég myndi held það. Það hlýtur á þetta, tölvöld meiri vinna. Já. Jú, miklu meiri. Jú, Íslandi er svona 2-3 myndi ég halda, þeir voru líka að skera niður sko, frá og Ég er líka ósammála því að þetta sé að hægja eitthvað á hérna, félagslega ferli Arnars að taka eitthvað landsliðskikk. Þetta er risa gluggi. Þess að bara múin að sína að það getur sótt úrslit. Já, því að hann er búinn að gera það líka í félagsliði sko. Já. Alþjóða vettfangi. Já. Heldur betur, ekki ennþá komið mark í ensku úrvarsdeildina. Það eru setið minn lúkar helviti vel. En það er hálftími liðin í leikjunum í ensku úrvarsdeildinni. Það er check-in, þetta er alltaf sama en sko, þetta hægt. Hér er Luis Díaz. Já. Nei, það er ekkert gerast. Sko, það er auðvitað verið að spila núna. Janúar snýrist alltaf bara handbolta. Núna er bara verið að spila í öllu. Og eitt af það sem er verið að keppa í akkurat núna eru NFL. Og þetta, ég las á Vísi áðan sem er mikill NFL-vefur, að þetta væri aðal helgin á árinu í þessu öllu saman. Nú, fyrir þá sem að skilja þetta, þá er þetta búið þarna lengst til hægri. Já, einmitt. Vælkartið. Þetta er svona bracket að gamla skólanum. Já, og þeir sem eru að fara að mætast núna, er þetta svona? Þetta eru sem sagt, það verður að spila til úrslita í norður og, eða ekki, AFC og NFC í þjóðadeildinni og Ameríkudeildinni. Já. Og í rauninni leikirnir sem eru í kvöld byrjum á Houston, Kansas, hann er held í 20 mínútur yfir 9 og síðan í kjölsóið er Washington, Detroit. Já. Þessi tveir hérna eru í rauninni í kvöld og síðan eru hinir tveir á morgun. Þá er það LA Rams á móti Philadelphia og Houston á móti Kansas City Chiefs. Nei, Baltimore, Buffalo. Sem er svona fyrirfram með það svona mest 50-50 leikurinn. Er það? Já. En mér finnst það. Hver eru líklegastir? Er það Lions? Yeah, never underestimate the heart of a champion, segja sumir. Kansas er náttúrulega að reyna að fara í þrípítið. En ég held að þetta sé Lions líta mjög vel út. Síðan er Buffalo Bills. Ég held að Buffalo Bills sé að fara að taka þetta. Það er svona mín spá. Það er uppgjör milli tveggja MVP-kandidata þar, heyri ég í svona amerískum kollegum mínum. Já. Þarna er prediction, já. Þetta er ég búinn að gíska á þetta. Já. Ég skemmtilega að leikja á Epic Bet. Ég mæli með menn sæni sig inn í hann. Ef það er henda menn í svona bracket og geta unnið 10.000 eurur. Já, ok. Þannig að mæli eindrið með að menn kíkja á þennan leik á Epic. Þú ætlar að vera með eitthvað Super Bowl party á Nínu? Já, það verður Epic og Nína? Já. Það er bara þannig? Já, þetta verður rosalegasta Super Bowl party sem menn hafa séð. Já, ég kíkja á það. Og það er eitt sem að komur óvart, það er blauðbólskeppnið frá klukkan 11. Þú verður sjálf með fötuna. Já. Þetta er langt síðan að við fengið góða blauðbólskeppni. Já, og einhvern veginn, þetta er svona minn blauðasti draumur er að sjá blauðbólkeppni. Þannig að þú ætlar bara um fötuna sjálfur ekki? Já. Og í dómnum, það er búið að skipa dómnum þetta líka. Kelir í henni, eða ekki? Hann elskar góða júllur. Þetta eru ekki verið síðan Red Bull í jagarkvöldina á playa, sko. Gagbo og check-in. Já, Salah skall út. Hotn, hann hlýtur að vera rangur. Nei, hotn, við erum á enn eitt hotnið. Ég held að við komum svona 8. Varst þú ekki over í hotnunum? Nú, ég var over í hotnunum, jú. Ég má sjá grímuklæddi maðurinn, kúkaði aftur á bílinn. Var það þarna sem hefur í gangi að þetta? Já. Jesus Christ. Er Mahomes the GOAT ef hann klárar þetta núna? Nei. Þessi þreytt típa maður. Nei. Hún leiðilegur. Íslendinga vinnurinn? Já. Hvað var ekki konan sem spila fyrir afturöldingu? Hann var í rútunni á leiðin að lesa play-in og þetta er rosalega sögur sem maður heyrt, sko. Nei, Tom Brady er the GOAT. Þetta er mjög sér, vilsu. Það er þannig. Dýrum hitan í hlékari. Já, við þurfum að heyra í hlékari. Það er bara þannig. Hvað gerast í hlékari? Þetta,
Bara eitthvað svakalega snúningur sem ég sé þarna hjá Sýndis Gravenbeck eða eitthvað. Vá, frábært. Það er eitt hérna, þið sáu hérna hvar Skelja var að fara til PSG. Þú veist, gæinn fættur 2001. Skilur við? Þetta er engin aldur. Ég svo til að fá hann í PL. Svo mikið synd að fara til PSG. En á hverju tók ég Arsenal? Eða Liverpool. Já, Arsenal meira, ég manta mann á vinstri kantinn. Liverpool er nummið 2 þarna. Liverpool orðaði við hann, mjög skrítið. Ég sá að Liverpool orðaði við hann, bara synda hann sé fann til PSG. Já, þetta er áhugavert. Það er auðvitað stærstu félagskiptin sem af kannski, já, ekkit kannski, það eru langstærstu félagskiptin sem að eru komin og náttúrulega langmestu peningandi sem skiptust þarna. Nú, Daniel Malen í Elche Lumsæn. Svona markmaður í... Tjekki þetta skot. Flekkana. Þetta var rosalegt. Hvað er að gera? Spinnaður Leopold í sól? Skot, Sabo og slæ? Neini, vá. Það fer í varnamann eða? Nei, þetta var beint slána. Já, dippar bara. Þetta var bara svo snúningurinn á hann. Já, tjekki þetta skot, þið kunni ekki skjóta. Ég held þetta væri eitthvað rosa þetta í gangi. Nei, þetta er rist. Hann ítir bóttan út af sér og nefnir það. Veistu hvað kann að skjóta svona? Einamár. Já, það kemur ekkert óvart. Hann KFG. Fleira. Já, aukaspinnan hann sem dreif okkur upp. Ég held okkur uppi þannig daginn. Hún var svona. Ok. Áfram halda leikir. Fer Skallagrímur upp í bónus í ár? Káa fyrir upp í bónus, hverju fara með þeim? Káaf. Það er þannig. Káa fyrir upp. Nei, Sindri fara upp eða Hamar fara 100% upp, sko. Já, ég held að þetta sé Hamar og Káa. Má Káa fara upp? Er ekki eitthvað svona venslafélagstenging eða? Þeir mega að taka þátt í play-offsinu, ekki? Örugglega, jú. Nei, hann myndi halda að vera í venslafélagstenging því að leikmenn Káir að spila með Káaf, sko, það ekki? Já, hann er Friðrik Anton, hann á leik bæði á þessu tímbili. Konur á dýftina. Aðeins hérna strákar þetta af því að þeir eru allir dálítið í rafmyntum, veit ég, nema Kili. Það er þetta nýja coin hjá Donald J. Trump. Já. Hvað heitir þetta coin, strákar? Trump. Bara Trump. Og það hafa verið margir sterkir Trump-coinar áður, skilur, en þetta virðist vera bara the official one. Já. Og hérna... Doge, Doggy, eða hvað segir þið, hvað er þetta? G-O-G-E-coinið, hérna ekki, Doggy. Jú, Doge. Hvað er market cap á hún? Getið þið séð tjartið það? Vístu við erum þarna, er NFT-ið game over? NFTs? Já. Ég man bara, hérna Inter og Milan og einhverju byggur til coins á sínum tíma, sko. Við erum bara búið til coin fyrir Doc coin. Kannski löndsum honum live hérna einhvern tímann í einhverju sóni. Já. Sælega að posta upp. Má sjá, menn að kíkja aðeins hérna á coinabransan. Hvar stendur Hawk 2 á coinum mitt? Official Trump. Er ég vesinni? Official Trump. Herri. Smelt á sá. $5 billion. Wow. Já, þetta var löndsaði nótt. Já. Og 574% upp. Ef ég geta vestlað í þessu. Já, ég myndi God damn it, Gump. Vorum við að segja? Erum við búin að missa á fjörunu eða? Erum við búin að missa þessu nafli? Nei. Bara kaupa í næstu dífu. Erum við ekki bara rétt að byrja? Já, kaupa dífuna. Ef við ekki að lúra aðeins núna? Jú. Og síðan sjá þeirra dífu. Brand Hawk 2 á coinið. Hvar stend ég þar? Hawk 2. Ég setti hálfa kúlu í Hawk 2 á coinu á sínu tíma. Hvað á ég mikið núna? Hawk 2 á coin. Það er upp 4,42% í dag. Já. Allt með okkur. Það bara eins og Amorak bara. Náður að kaupa dífuna þarna. Já, ég hoppaði í dífunni. Reyndar er hún í góðri dífu ákveð núna. Já. Hawk 2 á coinið. En þetta er langtíma verkefni hjá mér. Bara zoom út. Þetta er eitt besta coinið, sko. Hawk 2 á coinið, sko. Hvað er frétt af henni? Er það gott að frétt af henni? Já, hún er bara nokkuð brött og ber sér bara vel eftir ég heyrði henni síðast. Já, það er heldur betur. Vissa pýraði bara eftir ekki. Hún er ekki teikt stíðin eftir... Nei, við tölum stundu saman á WhatsApp. Já.
Buy high, sell low eins og Gilsarinn segir. Herru, gefum hérna Gunnar Helgason smá plattform hér. Gunnar Helgason óska eftir faglegri umfjöllun KR takk. Meðalaldur KR á móti Víkingi 22,89 á meðan meðalaldur Víkings var 23,15. Sér hann ekki, svo spurninga. Þetta góð pæling. Einhver annar flokkur og eitthvað varalið og Gagpóin, helviti á hann. Leopold banka hjá Brentford en flekken með allt lokað. Já, þeir eru að tala meðalaldur á í leik KR á móti Víking. Já, ég meina að bara tala þetta var annar flokkur Víkings. Ég sé ekki betur en að við höfum verið yngra lið. Það bara svo það Það yngsta liðið sem voru Íslandsmeistari. Breiðablik 2010. Það rétt. Það? Vorum 21. Já, ok. 21 og meðalaldur. Eitthvað kring það. Það rosalegt. Má ég sjá. Var Kári ekki áfsvært? Er það þá í byrjunarliðinu? Byrjunarliðinu. Já. En var ekki Kári í byrjunarliðinu? Jú, Kári var elstur 20... Nei, Kali er eldri. Jökull og Kali voru elstir. Kali ekki 83. Jú. Og Jökull er 84, Kári 85. 22,9 ár. Hvað, hjá Breiðablik? 2010. 22,9, já. Það er nú svolítið meira en 21. Ég tók held í Kali út og setti hérna... Já, frábært. Sjáur alltaf, Halldór Smári rífur þetta aðeins upp hana. Það gerir það vissulega. Og Matti Villa. En þó, gögn eru gögn. Gögn eru gögn. Gabriel Hrannar er liðinu, tjóðlega það. Herru, Gabriel Hrannar. Þessi gæi, hann er bara búin að vera unbelievable. Gabi Gól. Og hann er að fara að spila fullt, sko. Það er fullkomin æfingagæði líka. Hvaða liða áttur að valda vonbrigðum í ára? Þegar það eru svona mörg lið sem ætla sér mikið í bestutinni. Hvaða lið mun að vera sem mun renna og raska? Ég held að F falli. Já, ég held að bara þeir sé ekkert vonbrigðir valdi vonbrigðum. Þeir eru bara það lélegir. Nei, en ég er að tala með þessum liðum sko því að Blikar þeir ætla að vera meistarar. Já. Víkingar ætla að vera meistarar. Káringar er alveg til að vera meistarar. Við verum meistarar. Valsmenn vilja vera meistarar. Já. Ég meina ég held þetta valstæmi geti farið algjörlega til fjandans ár. Það er döfti við Skaganum. Ég var að tala við Leo Reynis og Leo Reynis sagði bara það er ekkert að gerast þetta. Nei, þeir eru búin að reyna að fá nokkra leikmenn og ekkert gengið, sko. Eða nóg til í kassanum. Já, en þú veist, það er ekki... Þeir eru samt með svona svipa lið og í fyrra og þeir er ekki búin að missa eitthvað marga, sko. Ég held að ég verði alveg fínir. Ég held að, já, það er alltaf auðvelt að segja Valur. Hér sjáum við að Breiðablik var með yngsta meistaralið árið 2010, 0,3 yngra en... má ég sjá fram 96, 86 Þetta var Skagalið 92 í þriðasæti og að Lúka sem rýfur upp meðalaldurinn þar að því hann var 34. Þetta byggileg gleymist oft, þetta var svaðalegt lið fór allir út í aðrum svo. Já, þetta voru markatölumeistararnir 2010 Já, en bara, þú tjekkaði leikmennu sem voru aðna Guðminn eini, sko Herri, við erum með einhver bett fyrir hálfleikinn Strákar, farið aðeins, gerið eitt fyrir mig. Ég ætla að fá að setja á átrætsmeistara í tennisnum. Ég ætla að setja þetta Jannik Sinner, átræts. Má sjá. Vá, þetta er ágætlega mikið að vera í þessum tennis. Kannski er ekki úr sigurveri. Nei, þetta er bara það sem er í gangi á hvort núna. Við tökum þetta á síðar. Þetta er hérna greinilega aðeins meiri... Ég er bara ekki með að sjá allir svona mynd, sko. Nei, þeir eru búin að fá 2 alltaf lagi færi samt. Eigum við eitthvað bettstrókar? Já, ég myndi setja á Luis Díaz eða Gagbo. Anytime. Þeir eru báðir líklegir. Díaz, Gagbo. Já, hvor er á betri stuðli? Þá sem næsti markaskorari. Ég myndi frekar bara Núnes. Kemur inn á. Völsungur upp í bestu, segir Rúnar Þór, góður. Völvarnir? Já, við erum í Díaz í næst, hann er að banka harkala. Vestri og IBF niður, segir A-Dog, The Stray Dog. Ég segi Vestri og Fram. Já. Svona talandum óvænt, að Fram flaski á sig. Díazinn, við þurfum það fyrir bildirinn. Já, ennur að negla þessu. Það eru Seðli minnsamt, hann lifis. Já, það er bara, í hálfleik. Það er bara 45 eftir. Hann er að detta í hálfleik, sko. Já, Hver fæði gult þarna? Sannlega Sobo. Hann er svolítið mikið að fá gult. Aggressífur. Það er ekki ennþá komið mark í ensku úrvalsdeildinni, þannig að það er ennþá að setja inn fyrsta markaskorara, menn er eitthvað að reyna að vinna sér, hvað var það, 200 €? Já.
Sælar, Ammo eins og við köllum þetta. Ammo. Sjá Bologna vinna Monza 3-1, ennþá markalaust hjá Leganes og Atlético Madrid með ótrúlega svona, og maður segja endurkomu í spænsku deildinni í ár. Maður sjá, nú er ég til að heyra spá hver mun vinna gluggan í enska. Vinna gluggan, það er svolítið merkilegt. Hvernig vinnum maður en að glugga? Bestu sænin bara, ekki, en Já, þá ætlar að koma í ljós. En í dag er bara svo gott að selja einhverja Homegrown spilara. Já, vinna gluggan getur verið Sala, klálega. Brentford að setja boltan í markið en þá búið að flauta, þannig að VAR getur ekkert gert. 5 mínútum. VAR, já, dómarinn gerir þarna slemmi. En City eins og staðinu núna. Er það að vinna gluggan? Já, með þessum Ómar Marmús og svo. En þú vilt líka að selja? Ég vil líka að selja, er alltaf nóga einhverjum ungum strákum til að selja, sko. Kyle Walker er að fara. Pussin, hann getur farið eitthvað. Pussi Simpson? Já. Það eru gláð 20 milljónir punda eitthvað. Haldið þetta Garnacho dæmi, haldið að gerist eitthvað í því? Nei. Þú veist hvað, Chelsea að reyna að fá Kobi Maino líka. Fá góðan karakter í klefa þar. Það er bara svo rosalegt að ná sölu á homegrown leikmannum. Það er náttúrulega allt sem við viljum ekki. Nei. En það er svona, er Cole Palmer látið að fara frá City? Já, þetta er náttúrulega fáránlegt. Já. Og má sjá. Mér finnst líka bara eins og við getum breytt þessu. Já, það er einhvern veginn, við verðum að finna eitthvað betra fyrirkomlega en þetta, það sé eitthvað gott að, hvað gerist? Hver er skora? Hoffenheim konur í 3-0. Sáðu Hrauni á Kramaröts í vikunni, eða? Ó, svalur. Nei, með stæði. Hann var bara að láta fólki sem stjórnar Hoffenheim bara heyra það. Ok. Ræmi langar að segja það sem ég myndi segja og myndi ég fá hæstu sekt í sögu Bundesliganar. Já, ok. Hann kallar ekki allt. Nei, Konur Króatin. sína, sjá. Leifubúlur að detti hálfleik hérna. 20 sekundur eftir. Það er að koma hálfleikur líka í Vestam Rólegt Palace. yfir í fyrri. Já, samt alveg svolítið að færum, sko. Leifubúl með XG på 1,48, 9 hotn. Við svona, það þekkta Ástralinn er nú frekar leiðilegur en þeir eru að detta alveg svakalega í það upp í stúku í opna ástralska. Það búið að endalustu vesen milli Krautsins og leikmanna. Þeir eru að baula á leikmenn, láta menn heyra, Novak Djokovic og rífast þarna við. Hann fekk líka, svo var einn kona sem baði að gifta sér einum, þannig að það er, menn eru að mölva sig. Það er fósterinn. Það er fósterinn. Þannig að það er mikið fjör í þessu öllu saman. Nú, hvað er að? Raheem Sterling spyrja Gánugatir. Hvað er að? Hvað er að? Ég veit ekki, þú veist, er hann ekki bara búinn fyrir þetta level? Hraðin ekki farin. Jú, mér fannst það líka vera bara fyrir eitthvað þéttur á velli. Á hans að vera með einhverja fordóma. Ég ætla að sé betri holning á honum. Já. Kobi Einars spyr hvenær fáum við að sjá Hjör í Liverpool 3 í Dóksson. Það stýttst í það. Eru verið meistarar? Það verður þá handboltaliði á Liverpool. Nei, ég er náttúrulega held með Það er unni gerð Brighton. Það eru fættan að spila núna á nýju velli hjá St. Helens. Já, segið þú eins og vitir eitthvað það. Ég sagði aldrei já, sko. Það er að segja með þessu snillinga eins og Sóla Hólm. Hann fyrir aldrei með hópfærið með á kvennalið. Það er alltaf bara að fara á kallalið. Já, hann er nú ekki merkilegri pappir en þetta. Nafli, eina eftir með fröður. Vist að við erum nú í landsliðinu. Ég er ekki alveg eins og Ponsan en Valsstrákarnir! Valsralistinni komin á teinana! Stórri steytir að stýra þessu! Þetta er bara frábær gaupi. Það var gott. Hann hefur hengið nógu mikið með honum. Já, við hefum hangið mikið saman í og Gaupi. Alls konar pælingar í gangi. Eitt dónakall hérna. Heitir naflinn því að tillinn er eitthvað nafla. Segir það sjálfsögði já við því. Já, það er sjálfsögði. Það er bara upp að bringur. Upp að bringur kútur. Já. Bara við gáum konir í 1-0. Það er þannig. Viljum að skora það? Viljum ekki. Vittur í 3-4 vikur. Ok. Alfonso Alfonso ekkert búin að spila mikið á það. Það var í byggarinn daginn, annars ekki neitt, sko. Nei, það er komin hálfleikur hjá Liverpool og Brentford. Já, og öllu leikunum. Það er staðan í allt ígó. Það er ekki komið mark í hérna Premier League. Þetta er svolítið, ef horfir á Bundesliga og svo Premier League svona í hálfleik, þetta sé frekar vandræðilegt, sko.
Já, þetta er ekki Nóg alveg mörkum í Bundesligunni Já, þetta er ekki alveg nóg gott Þetta er ræðilegt Við fáum góðan seinni. Við fáum geðveikan seinni hálfleikmaður Ég fullvissu það. Já, þetta er búið rosalegt í fyrri hálfleik og eitthvað verður undan að láta í þeim seinni
Dogsson snýr aftur og ég minna á það að þeir sem að sína okkur besta setupið á X-inu, það að segja hvar þeir eru að horfa á Dogssonið, þá fáið þið ammunition, ammo, það er svo cool að segja þetta, ammo fyrir þann sem að með besta, og munið að subscribe, ég er alveg að detta í 4000, subscribe, ringi í alla, ráðist í hérna símanni á viningar, subscribe-ið, Leganes og Atlético Madrid 0-0 ennþá þar, ekkert mark komið í La Liga í leikinu sem byrjar 3 og ekki heldur í Premier League. Kili, hvernig byrjar þetta á The G-Tech? Liverpool fengu ágætisfæri, það hot núna Brentford, skellir í burtu Liverpool getur verið að þetta skinnsókn. Það er komið mark! Stoppa bettið. Það er Mateta. Nú þarf einhver að fara að kíkja í chati, hver var með Mateta? Það var, ég manna, það var einhver, sko. Já, ég sá það líka. Já, eitthvað þarna fyrir varherbergið að gera? Nei, ekki neitt. Þetta bara hann spólaði sjálfur upp og hamra honum niður í horninu. Það kemur eitt smá, maður sjá. Nei, þetta er ekkert hægt að finna þessu marki. Geðið skot. Já, fór ekki einn klófi á varnamannum? Var þetta Max Kilman á honum eða? Má sjá. Svo blöðs gæi, maður. Mateta, þetta er svo mikið heljar menni, sko. Þetta er minn maður. Nei, þetta var ekki... Hann á að vera í franska landsliðinu bara. Hann var í Ólympíuleikum. Já, ég veit það vel. Já. Gýr út núna svona, þannig sé game over, sko. Setta hann Þetta er geggjaður gæi. Wow. Þetta er eftirherma. Christopher A-Box. Gott nafn, sko. Birkir... Er það staðfest það? Já, herðu, hann... Birkir Björnsson segir, ligg í sófanum mínum í Vallagerði á Karsnesi. Ammo, takk. Engin mynd. Ammo, settu það þá á Exit. Myndaði á Exit. Og hashtagið Dogzone. Það var eiginlega skilið fyrir að vera í Vallagerðinu, sko. Já. Hvor myndi vinna Það er Fulham að setja hann. Fulham að setja hann? Hver er það? Ivo B? Nei, mér sýnist það að vera Emil Smith Rowe. Emil Smith Rowe. Svona með við hérna... Já, hann meitti sig eitthvað. Já, herri. Skríti núna, vantar svona gæja. Nei. Ég menn, ertu til í Sterling en ekki Emil Smith Rowe? Nei, nákvæmlega. en Sterling er ekkert að spila. Nei. Maður sjá, Jimenez fær hann hérna. Já, þetta er Smith Rowe. Skoða markið. Þetta er on. Já, þetta er on. Ég gæti verið að vera út af. Nei, hann er aldrei allir út af. Nei. Þetta stendur. Þetta lítur að standa bara. Já. Hann líka er hugaður, hann kemur flugskallan. Já, hann megið sig eitthvað. Það verður ekki verið að típa hann í flugskallan. Nei, sammála því. Hann fær líka bara kýperinn í grímuna. Herru, Van Nistelrooy er í basli. Já. Ég var að pæli hvort að við ættum að skipta honum út og setja Sean Dyson. Já, bara strax. Bara ríða plásturinn af. Já, bara bregðast við. Stop the rot. Byrjaði hann ekki á einhverjum 6-2 sigri eða eitthvað? Við langar rosalega að fara á bikarleikin United Leicester. Já. Föstudagskvöldi, under the lights. Nice. Wow. Voru að koma dagsendingarnar á þá leiki í næstu umferð í ensku bikarnum, 4. umferð. Hver er að fá Arsenal í 4. umferð? Nei, þú átti það. Leo Reynis, þetta með gaffal, aðeins að stingi í hann. Henda hann ekki að vera Súvíðaður hérna í úlpunni. Súví. Þú átti þetta bara inni. Herru, hlégarður númer 6, 9, 8. Herru, bíddu. Það komið númer á hlégarðin. Skemmtilegt. Þetta var að hringja í hlégarinn. Við verðum að hringja í hlégarinn. Andri Freyr Jónsson reikna ég með. Leikmaður afturöldingar. Já, ok, geðið. 1-7. Það er ekki rétt hjá mér svo. Ég sé ekki nógu vel á það. Nei, þá er þetta ekki að sína mér. 6, 9, 8. Má ég sjá? Já, 6, 9, 8. Já, þetta er rétt. 1-7. Yes, sir. Ég get ekki hjálpaði með þetta. Nei, ég svona fattaði leið Já, ég ætla ekki að fá mig gliru. Það er bara prinsip. Þú verður að fá gliru. Ég ætla að geta buggaði ennþá einhver með gliru. Það segja, hvernig er stemningin í garðinum, hlégarðinum?
Hún heldur góð. Já, hvar eru það að horfa á hana leik? Hvar sjáu það? Hérna bara, við erum með hann skjá hérna einhvers þar. Já, hvernig eru margir Mosfellingar á Sauðinu? Það er eitthvað 100 manns eða eitthvað. Já, hvernig var þetta mark sem hann lagði upp? Skalli inn fyrir. Og hérna, eins og finnst það gæðin, þetta er bara að vera gert. Já, hefur hann eitthvað verið líklegur að skora? Já, á fyrstu mínútu var hann næstum búinn að skora. Já. Það hefur verið rosalega, en lítið eftir það. Já, er Svanþór sjálfur á svæðinu? Já, þetta er Svanþór á svæðinu. Já, en eftirlæti ykkur allar, Steindin sjálfur? Mér sýnist ekki, ég held ekki neitt. Hann hefur ákveðið ekki að skíti í þetta? Já, maður veit það ekki. Er Ölsen með hönd? Já, það er alveg þannig, sko. Já, þannig að það er gaman að þessu náttúrulega handboltinn síðan og eftir þið engan í handboltanlandsliðinu Mosfellingar. Jú, Þorsteinn Leó, það er okkar maður. Þorsteinn Leó, já. Það er eitthvað maður. Hann er þarna. Til hamingju með það. Já, takk fyrir. Við verðum það í bandi. Guð blessi. Já, segðu það. Já, líf og fjör í hlégarðinum, þetta Það ætti að gera meira þessu, svona watch along party, sko, þegar íslenski leikmenn að spila. Nákvæmlega. Ég meina, bara í félagsheimum út í K. Ég meina, ég get sagt þið að Guðni Bergsson var í Tottenham og eitthvað svona. Já. Það var bara heilug stund. Já. Maður bara gati ekki beðið eftir að sjá þegar hann var joggað þarna fram og... En maður að taka þessu sem sjálfsögum hluti á maður að vera... Ég meina, maður horfði á alla leiki með Eðismára. Já. Auðvitað. Chelsea og... Já, ég meina, hann bjóð til þessa kynslu og Chelsea stuðnismann á Íslandi. Já, heldur betur. Þannig að það er líf og fjör í þessu að þú ert að horfa mjög mikið, Kili minn. Leopold vaða í færum, sko. Þetta er orðið helviti þreytt. Sala núna síðast. Já. Collins skallarinn í hotn. Þetta eru komin, held ég held að þetta séu komin 13 hotn eða eitthvað, sko. Ég setti á yfir 6,5 en einu sinni er ég að hitta Já. með einhver snildar bett. Þetta eru 10 hotn, ég var á með það. Fyrsti markaskoran var að sjálfsögðu Mateta og Mateta var hann rétt á undan Emil Smith Rowe og við ætlum að sjá hver vann þetta. Hannes Bjarni sendur DM á Epic Bet á X-inu. Yes. Gott nafn. Þetta var nú svona fyrir skrítið sendið en Hannes Bjarni með Mateta. Já, sjáu hennan stæðilega. Er þetta ekki alltaf hvað hann er gyrt? Ég veit að geggjar. Alvöru sko stykki. Alvöru girðing líka. Já. Svo setur sko, alvöru fjós á honum sko. Hvað ertu komið með marga subscribers in total? Ég er alveg að þetta í 4000. Subscribe. Sigríður Ylva er mætt. Wow. Stelpunum er mættar. Já, Keli er líka setti. Það er ekki skrítið. Já, einmitt, Keli er í setti. Þannig. Jó, K.E. Hann fer úr úlpunni fyrir fleiri subscribers. Það fer í dokk nærbuksunar. Já. Herru, það styttist maður. Já. Þetta er að styttist. Við þurfum að gera það í 4K. 4K. Muni hits. Fyrir hits. Við þurfum 4.000. Það muni hitta núna eða 100% í kvöld. Já. Handbolta svona. Nú, Ragnar Ríkarsson greið, hann segir Arsenal verða bara í Dubai í fjórðum fyrirni og svo einhver hlátur kalla. Já, ég meina það er bara besta sem gætt komið fyrir Arsenal fyrra. Er eitthvað kaldar að teka en að viljandi út byggjarnu til að einbytta sér að deildinni? Nei, það er ekkert kaldar, það er árétt fyrir þú segir það. Var búið að vara þetta bæði mörkin á 40.800 mínútu. Já, við vorum bara að hugsa bara tíman í rauntíma. Já. Það er að segja bara annar markið kom klukkan 16.06 og hitt 16.08. Eitthvað sluðis. Nú, já, það er rólegt í ensku úrvalsdeildinni eftir að við fengum allt þetta fjör. Við erum svona aðeins að jafna okkur eftir fjörið. Já, Tómas og Sárhauður maður. Það er náttúrulega risastórt ef Liverpool Herru, Brentford. Já. Skoraða? Nei, þetta er rangur. Ok. Það er risastórt ef vinningin á leik. Hvað var að gerast? Það var rákstað að Brentford slöp inn fyrir en gerðist ekkert, þú veist. Van Dijk komst fyrir þetta eins og allt. Já, svona búið að vera pínu krísa hjá Liverpool að undanförnu. Hvar er rauðvinur spyr Kobe? Það er frábær pæling. Við erum hér með Dogson í handboltanum í kvöld.
Aldrei að vita að rauðvínin mæti þá á svæði Vestmann One dæmið allt saman frá honum. Sernín rauðvínið, Holstein Kiel staðurinn og það eru að tapa 3-1 fyrir Hoffenheim. Bæinn að vinna sinnileg. Hvað að gerast? Stuttgart að vinna 4-0. Já, segir Stuttgart, menn Bochum búin að jafna 3-3 á móti Leipzig. Voru 3-0 undir, bara eftir korter eða eitthvað. Já. Bologna unnu Monza 3-1. Sakna Sirksey en lifa samt. Og hvernig varst ykkur Sirksey hann fagnaði markinu? Þið búin að sjá það? Já, það ekki að fara að fá okkur að sagt. Nei, þetta náttúrulega eitthvað harðasta múf sem við séð. Já, ég elska þetta fag. Það 2 ok, kannski virkar þetta bara. Þetta var rosa. Þetta rosa. Einu ekki að vera að sjá ég hérna. Nei, þetta þetta hérna. Sjá ég hérna. Þessi sending náttúrulega hjá Christian Eriksen, það náttúrulega eitthvað annað. En hérna. Pældi verið svona peppar að félaginn skoraði. Sérðu? Hvað gerir hann þá? Herri, á ég að knúsa? Nei, ég tek hérna. Þetta geðveikt. Jón Kári Eldur, ég bjóst bara við að myndi taka hattin á hann. Já, ég bara var ekki búin að sjá þetta. Ég peppi þetta, en hann verður sagt það. Nei. Trúi ekki. Það getur ekki verið. Herru, Højlund, hann búinn eða? Højlundin? Já. Hann ekki nógu góður. Ertu búin að gefast upp á hann? Já, ég alveg að vera hérna komin á þessu. Bara Sörsk segi þá. Arsenal að vinna West Brom. Það hvenna þá? Arsenal að vinna West Brom. Já, hvenna. Já, hlýtur það. Já, það bara. Eða hann að kalla ég næ þessu Stókar að vinna West Brom og kemur hann með þetta. Hlinur, byrja að stinga aftur í hann. Það ekki hægt að stinga, ég svo dúðaður. Já, wow, slapleiki heima en hendi í Dogzone og enska á 100 tommum. Sjáuð Harald Loga, þetta glæsilegt setup. Þetta glæsilegt setup. Geðveikt. Skemmtilegt, Herru, 4 skjáir. Hann í Ultimate Team. Hann að fara yfir stöðuna. Já. Rólið til leikjana og bara grípa í FIFA. Já. Geðveikt. Og opna pakka síns mér. Já. Skemmtilegt. Hlynur orri algjörlega jarðan. Herru, við erum mættið til Danmörkur. Já, mættið til Danmörkur. Þetta Arsenal menn farnir að hita upp fyrir leikin og þeir eru að hate-watcha Liverpool leikin. Allt eins og að vera. Með eðlu og Pepsi Max. Já. Þetta contender. Yfirleitt menn í Danmörku í baugum en þessi í Pepsi Max. Já. Pepsi Max í Danmörku, hann tekið hann með sig. Já, ég held það. Þetta alveg maður. Já, það stuð og stemning í þessu öllu saman. Sjá, hvað gerast? Heidenheim að jafna á móti. Alltaf gerast í Bundesliga. Já, mikið fjör í Bundeslígunni. Heldur betur fjör í Bundeslígunni. Keli, hann bara þögn yfir Kelan. Já, hann er ágjur. Hann er þarna stressast upp. Þetta má ágjur það? Já. Þeir eru búin að klikka það mörgum færi menn finnst þess að Brentford seti fyrsta marki. Já, Mbuemo. Færði það vanlega í bakið, sko. Já, hann er að sleppa svona alltaf Já, maður færið til bakið, ég þekki það. Það er að nýta færin. Já. Brentford eru bara heldur góður heima, maður. Það snýst þetta allt saman. Það setur Arsenal Villa í... Víti síns mér stróðar. Í alvörunni? Já, þetta er hendi. Þetta er víti. Konati. En eru þeir að hætta við? Nei, hann er að hætta við. Já, skot. Liverpool, já, mitt. Já, hann gæti ekkert gert, hann gæti ekki látið hendina hverfa, sko. Já, það er nú spurning hvernig, verður ekki Delikt skoðun yfir hann á þessu, það er nú illa að fara með hann oft. Já. Delikt, hann búinn að jafna sig eftir senasta leik? Hann var bara að hlaupa over 2 menn amma. Já, þetta var með Jóró bara í bandið þetta. Já, ég get alveg gefið honum það, hann var geggjaður í þessu leik, sko. Bara þessi Jóró-gæi, hann er ekki fit for the Premier League, sko. Já, gefum honum meiri tíma. Gefum honum til lána. Hann þarf að fara bara í salin, sko. Gefum honum smá tíma, strákum mér. Það þarf að hlaupa eitthvað með Silji Úlfars. Það var eitthvað... Rétt stað. Orku minn en ég held. Nú... Hann er alltaf við það að sleppa í gegn. En við erum með helviti öfluga gæðan í hersvöldunum. Svona meðan það er döð stund, má ég hendi einn NFL-seðil? Já, komdu með NFL-seðil. Já, má ég sjá það fyrir fólki í landinu. Já, heldur betur, það er nefnilega skemmtilegt laugardagskvöld, bara því að því lítið laugardagskvöld sem við erum að fá með alla þessa leiki hérna, síðan EM í handbolta og síðan er Kansas Houston bara hálf 10.
Ítt á hérna Chiefs Texans. Hvað getum við fengið í spreddinu? Það sjá að sína allt hérna. Forgjöfun. See cheese spread. Mér finnst 9,5 í tvöföldun líta mjög vel út. Já. Já, á Kansas. Hérna. Tvöföldun á mínus 9,5. Ég ætla að fara á þetta. Setjum á þetta 20. Já. Já, ok, sæla. 100 makarónur. Já, það gengur vel. Breytum 100 í 200. Herru, má ég þá, af því ég er svo góður í handboltanum, má ég sjá hvað leikir í handboltanum í kvöld líka með hinulegunum, þó ég hef ekki séð neitt og samt hitt á allt. Komið með þetta. Já. Burton. Með assist? Jóndaði á back. Hann er strax komið með einhvern veginn sigur. Já. Herru, ok, ég skal segja hvernig þessi leiki fara. Spát Japan, ítt á Spán. Ég segi það, Spát, alls í Túnis, ég segi Túnis. Grænaður, Slóvenía. Byrju, er ekki þetta 1x2 að þetta? Þannig eru við með forgjöfuna. Er ekki þetta 1x2 að þetta? Þetta er bara þannig auðvöldur leikur. Já, Slóvenía er þetta. Gefið það mér þá 13,5. Sleppt þessum bara. Ég sleppi þessum, þetta er bara ekki bull. Frakkland, Austuríki, Frakkland. Sjá hvað er góður í þessu. Katar, Kúvait. Já, Katar. Díazinn maður. Þetta, heyrðu. Flekkan er að fá viti, þetta hlýtur að vera. Dómar er með allt í teski. Nefnum hann láta sér þetta. Sjáum við þetta aftur hér. Fá hvað eira. Þú ert á undan. Já, ég er aðeins undan, sko. Heldur hún minna? Nei, þetta er bara gult og Díaz. Þetta er gult. Er hann kannski á gullu? Nei, það var Sabo. Sopo í líka. Þetta er vandræðalegt. Ég sko, Wolfsburga. ég fekk eins og svona víti á Kópavóðsvelli, beitir, fjall í griðuna og krækti í lappindan á mér. Það er svona ekta dungjast ekki gegn háká. Jökull Elisabeth sem fór á punktinu og skoraði. Fínu vítaskitt í annar dildi. Já, hann var það. Já, áfram heldur þetta. Maður sjá, já, Danmark, Ítalía, sleppum honum, Ísland, Kúba, sleppum honum, Síle, Svíþjóð, sleppum honum, Pólland, Sviss, þarna er leikurinn. Herru. Þetta er Pólland. Nei, þetta er á morgun. Þannig að ég tek bara þessi leiki. Hvað er þetta margir leikir hjá mér? Heildastuðull. Hvað var það mikið? 1,66. 66% ávöxtun. Fær það ekki banka? Hún fær það ekki, banka nei. Við tökum það. Já, tökum það. Þetta er sniðum. Auðvitað maður að gera þetta hverju kvöldi. Já. Síðan er þetta bara svo fyrir sjálflegt, bara bam. Já. Og jafnvel að við setjum gróðan á Trump. Heyrðu. Þetta er steikt maður. Hvað er steikt? Bara Brentford maður var hreinsa og dundra aftur inn í. Hvað ætli Flekken sé með, hann er örugglega eiga geðveikan leik. Þeir liggja bara allir tilbaka, svo breyka þær á 2-3. Já, Flekken sko, hann er besti maður vallarins. Já. Já. 7,6. Það sem af er. Af hverju er ég 130% vissum að naflinn sem er belti í einhverju bardaíþrótt? Er þetta rétt? Nei, ég er ekki með belti. Ég var aldrei hérna... Það hefur aldrei farið í karate? Nei, ég er ekki með belti í neinu. Ættu við að fara í karate saman? Já, það getur nú verið eitthvað. Ég geti verið svona lærifæðari. Já. Því að ég er með gula. Já, þú erum gulla. Þannig það getur En verið hvernig ertu í boxinu samt? road to gulla. Ég er miklu betri í karate. Er það? Já, ég Við held erum að... fara með það inn í ringina því að svona celebrity boxing er svolítið að Já. Ég myndi Svolítið vinsælt úti, sko. Ég myndi alltaf vilja fara í mixed martial arts. Já, MMA bara. Leganes 1-0 á móti Atletico Madrid. Feli myndur. Svakalegt. Herru, ég það bara West Ham og Leicester mörk, Brentford, Liverpool má alveg fara 0-0. Má sjá, ég var að kíkja á byrjunarliðin hjá Arsenal og Aston Villa. Það var auðvitað þarna sem að Villamenn kveiktu í leiktíð Arsenalmanna í fyrra og báru þar eld að tímabilinu í norður Lundunum. Sko, ef við skoðum bara... Saliba er náttúrulega meiddur. Já, ég meina Saliba bara eftir þessa meðferð hjá Joshua Zirkzee, þá skilji hann mjög vel að vilja ekki spila hann leik. Ok, ef við skoðum þetta maður mann, ok, markmenn 1-0 Villa. Hægri bakurður. Ég myndi setja Arsenal. Mér er kast lélugur. Ok, 1-1. Hafsend Gabriel á móti Mings. Það er Gabriel. 2-1 Arsenal. Já, Konsa Timber 2-2. Ha? Já, Timber ekki er betri bakur. ekki stela.
Madsen, Louis Skelly. Það er Madsen. Ok, 3-2, er ekki rétt hjá mér. Ok, Onana gegn Merino. Onana. Já, Onana. Ok, Kamara gegn Rice. Rice. Bæmæl. Ødegaard Tielemans. Ødegaard. Ødegaard, er ekki þá 5-5? Jú. Og svo er það Havertz og Oli Watkins og það er nú auðvelt, það er Oli Watkins. Þannig að... Það færi tölurnar. En Trossi og Martinelli? Trossi og Martinelli á móti Ramsey og Rodgers. Ég myndi setja Rodgers betri en Martinelli. Örgulega Trossard Ramsey, sko. Já. Ramsey hefur ekkert verið góð lengi, sko. Trossard tekur Ramsey er líka búin að vera meiddur og Martinelli tapar fyrir Rodgers. Já. Þetta verður bara hörkuleikur. Þetta er alveg... Það er núni þessi mættur inn á að klikka núna, maður. Þetta verður hörkuleikur. Ég var að segja við Kela á hann, þú veist, við erum að elda. Já, og það er betra. Akkurat maður sem ég vildi fá. Það er betra, þetta er eins og Kela sagði með Breiðablik. Þægilegra. Það er nægur tíma eftir. Þannig að við... Það er nóg eftir, sko. Það er nóg eftir þess. Ole Gunnar Solskjær að stýra Besiktas-liðinu gegn Samsunspor og hann gerir nú tölvöra breytingar sínist mér á liðinu. Það er svolítið skrítið múf. Hann var búin að segja þetta, ég vissi þetta fyrir löngu síðan. Já, en þú veist... Stórt, skrítið risaklúpur. Já, en hann búin að vera svo lengi frá þjálfun, ég held að þetta myndi vera eitthvað nærmanni. Norska landslið eða eitthvað. Hann var ekki til í Everton eða eitthvað svona. Nei, netti ekki. Hann er búið með kartan. Er ekki bara Premier League bara Everton stærra en Besiktas? Já, þetta snýst kannski ekkert endilega það sem hann var að spá allavega. Hann vissi líka bara, Mourinho er í deildinni. Það verður mjög bara, þú veist, stórt þegar þeir mætast. Já. Ég var auðvitað á vellinum þegar Ole Gunnar mætti Mourinho í fyrsta skipti þegar hann var með Tottenham. Já. Og United, vann þann leik og Rashford svona stál. Var það leikur fræðu 2-1? Já. Ég var á hann líka. Það? Já. Shit. Ég var á hann líka, 2-1. Dele Alli skoraði frábært takk fyrir Tottenham. Já, var ekki Rashford með 2? Jú. Maður sög og trallaði eitthvað langt inn í nóttina. Já. Þetta var einn af þeim, þetta var í miðri viku. Já. Fulham að skora. Til kvöldstund í desember. Adama. Okkar maður, hvað er að gerast? Aukaspinna á hættulösa. Liverpool. Já. Liverpool, aukaspinna á hættulösa. Hver skoraði fyrir Fulham? Jón, hver skoraði fyrir Fulham? Adama, ég var að segja. Yes, ok. Lýstu þessu fyrir okkur. Það liggur mark í loftinu. Þú talaði við mig eða gæðan? Tjekka Adama hérna. Þetta er ekki svona típist ræðvarmark. Lúrur á fjær í fyrsta. Gæði. Þetta er ekkert einhver sprettur eða eitthvað. Hvernig er stemningin? Er það með áhyggjur? Hvernig er stemningin? Erik bara ennþá í Liverpool-mönnum. Það er allir hérna Liverpool-menn. En byrju, hvernig er það? Þú ert í boði... Stemningin! Hún er bara 9. En þú ert þarna í boði hans Hákons. Herru! Ói! Gagbo skallar rétt framhjá. Gagbo með skallar rétt framhjá. Fuck off! Herru, takk fyrir þetta. Já, mikil stuðustemning. Er von á Guðjóni Þórðarsyni í einnum átum? Já, hann kemur einn daginn. Engin spurning. Er Dogg með sprengitöflur á kantinu fyrir köttunum áður en hjartað springur? Menn á ágjur af honum. Nei, ég er ágættur. Hvað er að gerast? Leopold vaða bara í færum. Þetta fer að detta. Nú, hvernig ber Gummi Ben fram Valencia? Það er eiginlega svona, það er ekki? Valencia. Já. Ég held að ég líka segja Valencia. Nú, er Jón Kári sáttu við enn eitt titlalöst tímabilið eða vill hann fá Erik ten Hag í brúna? Spyr Ímir Kolka. Nei, ég er ekki sáttur. Það ég er titlakall. Já, þú tannig. En Erik ten Hag er ekki að fara að koma. Hann er núna farin að aðstoða eitthvað að hjálpa þeim. Já. Bara svona skipuleggi æfingar og... Já, ég held að sé örugglega bara fínn í því. Þú veist, að vera þjálfari og svona í fronti miklu meira heldur en sko það. Þú ætti að bera aðeins þokka og vera með smá persónuleika, sko. Já. Þú veist, þessi enska í viðtölum var ekkert að hjálpa honum. Og það skiptir bara máli. Svona út af við. Heldur betur. Sjá. Þetta er alltaf klárast í Þýskalandi. Bayern hörkuðinn 3-2 sigri á móti Wolfsburg. Skoraði Harry Kane ekki? Nei. Skoraði hann?
Já, Goretzka með 2 og Lýsi með 1. En það fengur greinlega ekki viti. Nei, Og Lýsi, maður, hann er skemmtilegur. Já, hann bara njóta lífsins hana. Já, ég er gaman að vera komin í allt inn í Bayern og Krista Palace, sko. Já, bara geðveikt. Voruð þið búin að sjá þetta stelpunum sem sendi einhvern tíðan á DM? Einhvern tíðan, hvað ert þú í redding? Já, ég verði ekki lengi þar. Hann var bara vissi það að hann er ekki Hann var lengi í alveg að redding. vita að hún var að kaupa bréf sem var græn. Já. Hún ætlaði að bæla ú. Hvað segirðu? Herru, Birkir, ekki þú vera með þetta kjafta. Vestbrom að jafna á móti Arsenal, segja gárungarnir. Vestbrom 1, Stoke 1. Það held ég nú, herru, sko, pappans hérna Liam Delap, Rory Delap, bannaði honum að æfa þessu hérna yngust. Því hann vildi ekki að það er örlög sonur hans líka að fara að grýta einhver boltanum. Lifir hann í skömm? Nei, hann bara vildi bara, Liam Delap er eitt skemmtilegasti frammeð. Já, hann er geggjaður. Hann er geðvögg. Já, hann er geggjaður. Þannig að, já, það held ég nú. Hvað er að gerast, Gilli? Núna eru Brentford með innkast, boltinn á miðju það. Ég reikna með að hann fara langurinn í tegi sem hann gerir. Já. Nei, Liverpool komast í burtu. Nei, Brian Mbeumo er í fínu færi. Alisson ver. Alisson ver. 18 mínútur eftir. Já. Plus kannski uppbót sem að geta alveg verið nokkuð margar, sko. Já, herru, þeir eru að koma á, skiptingar og koma á horn og ferðinni fleira, sko. núna, sko. Hver var það? Nú, Robertson. Hann Þetta er komið inn á Robertson. Tímíkas var á gulu á móti Mbeumo, sko. sko þetta haukakól hjá naflanum Já, er eitthvað hann- slakast árið 2025. Ég er búinn að bíða eftir þetta kæmi. Ég er búinn að vera að fylgjast með þessu svona í símanum. Já. Og þetta fór bara sko milli skips og bryggju bara strax. Þór Akureyri er að jarða haukana. Er þetta hvað er í Hverfinni kvenna. Körunni Gunna. Og hérna, já. Naflinn getur ekki vita allt. Nei, Hann veit margt. hún Þóra Kristín Jónsdóttir, hún fær ekki jólakort frá mér í ár. Það er bara þannig. Flekkan er bara eiga leik lífsins hérna, sko. Það grípur allt. Já, hann lukkar örgur. Já. Hann með 8 engun, sko, hann er bestur á öllum. Þetta er ærið verkefni fyrir Hákon að slá þennan strák út úr markinu. Hann spyr hann í mér, vinnu minn, hvort að Hvað segirðu? Królega jafnóndi Börtón, sko. Það veitir hvert sko, besta leiðin til að fara á leiki með Króli, það er að fara á Gatvík-klúðullin. Það er bara 6 mínútur. Bara mættur á völlin. En ekki það að menn vilja oft fara á Króli-völlin. Ég er ekki að deyja, sko. ég var að segja, hann spyr hann í mér, vinnu minn, hvort að Hákon þurfa að skella sér á lán. Hvað finnst ykkur um það? Já, sjá til þetta tímbil. Samt svo stutt í þetta. Já, en alltaf læðu, ef hann ennum með 2 og Já. hann getur fara að lána og kalla hann tilbaka og það er þurran, sko. En ef að Elías eisar eitthvað núna eftir áramóti í dönskudeildinni, þá er náttúrulega spurning hvort að markið opnist fyrir Elíasi. Já, það er svolítið spurning líka, nýr þjálfari náttúrulega. Sko, Elías. En nýr þjálfari getur hugsað bara með sig, markmaðurinn minn verður að spila. Heldur Arnar hugsa hann? Ég veit það, ég hef aldrei, Arnar Gunnlaugsson er óskrifað blað sem landstælari. Arnar var ofta rótera markmennum í Víking, sko. Já. Eitt með það, geti Hardar ekki bara hugsað, heyrðu, hund Tryggi Ingvar Jóns. Nei. Bara fá hann í hópinn. Það er sem hefur tekið alla þessa bolta fyrir mig og unni alla þessa dilla. Býtu, á Ingvar Jóns ekki stórmótið það? Jó, Jú, hann Nafli, EM. Stjarnan Álftanes á morgun, hvernig fer það? Hann fekk í stóru beikarnum. Álftanesingar voru þetta komist í Final Four í fyrra. Það er hljóta að taka þetta, er það ekki? Ég er fyrirlega eftir stöðun Orra, Já, hvort Orri sé með eða ekki. minna það að besta setupið á X-inu með hashtaggi Dogsón fær velun og Ammo. Já. En bara til að koma með pjúra spáð, þá held ég að Stjarnan fara áfram. Við ætlum að senda hérna smá. Liverpool er í hörkufæri, en núni ég sitt í miður við hann klúrar þessu. Nei, ok, hann er að fúska sig eitthvað áfram. Bombar honum yfir. Herru, Jónda er að koma inn á. Já. Jón Daði Böðvarsson. Mættur. Sjáu þið nafni á gæðinu sem hann fór út af. Þetta er eins og svona köruboltum að Þetta er Grikki eða? Nei, þetta lítur að vera einhver Litá. Já, þetta er Baltic. Alveg hvað hún er standa. Já, þetta er alveg nafn. Jón Kári. Já, ég þekki lítið á skörnin, ég hef unnið með nokkrum, sko. Já, hann er Hvað er það okkur að sneiða maður? Já, Áskir. Hann er að segja að fá
tala bara vin sinn, Amazon Prime og hvaða hafnabolti og derhúr eru vanmyndistöð. Það eru sneiðar hann. Geiri kemur. Hann tekur enga fanga. Hann kemur sneiðar. Hann gerir minn. Það vantar aldrei upp á það. Nú... Óskar Aron. Hann óættur það. Nei, aldrei ekki. Sjá Robert Frosti, sænska félag Gæs í viðræðum við stjörnunum kaup á miðjumannum unga. Bara fínt múf. Verðu þið í 5. og 7. seti minnum í allsvöskunni. Þeir keiftu náttúrulega Þeir keiftu Gauja Bald og Mumma Messi í pakkadíl árið. Keiftu leikmann sem hafði lítinn áhuga að vera atvinnumaður. Já. Guðmundur Einir. Hann góður í öðru. Já, hann var bara búið til lög heima á sér og svo bara í nennis ekki. Og hvað á píanónu í leiðinni? Já, útrúlegur. Það þægilegt að fara út að borða og bara allt í einu hann að negla á píanónu. Já, bara 5 kvöld í viku. Vel gert. Það er ekki... Og hann til í að taka við óskalöfum Það er málið. Það er engin hroki. Ég læt nú þess að gæja alltaf vera. Þú leggaði vanaðinn. Getur þú spila Saló? Góndi, getur þú spila Saló? Má sjá, er eitthvað mörk? Er eitthvað að gerast? Er eitthvað mörk? Er ekki Atlético Madrid ennþá að tapa? Jú. Það er nú rosa, þetta var Atlético Madrid klúraði sem til Leganés unnu daginn á útivelli undir Barcelona. Maður svo vanur að segja nú kapp. Einhver töfrað í Leganés. Heldur betur. Ég er á því að Barcelona vinnur þetta. Gazzaniga verði að setja 4. víti í röð. Vá. Kongurinn. Gazzaniga. Sjá. Girona. Já. Gæti, ef að Leganés klárar þetta, geti þetta verið eitthvað að Barcelona mun hliðira ennþá meira til í bókaldinu og sækja Marcus Rashford? Já. Það er nú leikmann sem ég veit að Jóni Kári þykir væntum sem var hérna í færi, sjáu hann hérna. Eddie Nketiah með skemmtilega hreyfingu en Fabianski sér við honum. Saknar hans? Nei, ég get ekki sagt það Nei. Ég kann ekki illa við hann samt. Nei. Hann bara flott að hann sé þarna í minni tjörn og nýtur sín vel. Og nýtur sín vel. Já. Hvað er skilabóð? Lens 1-0 og PSG. Lón er komið 1-0 á móti PSG og við veitum ekki hver skoraði markið þar. Mbala Nsola. Hákon Haraldsson skoraði fyrir Lille í gær þegar að Lille unnu Nice 2-1. Mikilvæg sigur hjá Lille þar. Þeir eru stuði þessar myndir Lille og getur farið áfram í meistaradildinni. Það er að segja bara beint áfram. Eitt af þessum 8. Það er að segja að gengur ákveðlega hjá þeim undir lokin. Næsti leikur þeirra er á móti Liverpool, eða ekki? Jú, á Anfield. Já. Svo Killa sagði hann að Arnar Gullarsson verið á vellinum. Er hvað að gerast Kili á G-Tech vellinum? Nei, ekki nýlega West Ham, rautt spjald. Hver var að fá rautt spjald? Mavropanos og auðvitað var minn maður naflinn með þetta allt saman á hreinu, hann er að horfa á leikin hérna. Sérðu, ég er ekki búin að fara af leiknum einu sinni. Nei. Og þú tekur undir þetta? Já, ég er þetta augunum á mér voru einhverstar allt annars þar þetta gekk á. Ég og Kjell kölluðu raut. Já, þið kölluðu báður raut. Kölluðum raut, jú. Já, anskotir, við vorum með það fyrir. Frábær spurning, hvort væri Hjör betri lögreglumaður eða sjómaður? Ég var alltaf betri sjómaður, því að það er ekkert mál fyrir mig. Ég verði eiginlega ekkert sjóugur. Ég horfi bara alltaf lengst fram í sjóndeildarhringinn og svo bara af stað, fullt stím. Fullt stím, segi ég. Hlynur Orri, flott spurning þarna, en henni var auðsvarað. Ég á þá félskona var allt í Herjólfi frá Landeyjahöfn, bæði í nýja og gamla Herjólfi. Nei, ekki nýja, heldur bara í gamla Herjólfi. Ekki nýja var betri fyrir mig. En Þorlákshöfn er annað animal. Það er einn í peningavesinu sem spyrir hvort að nafni getur soðið saman í einn NFL-seðil fyrir kvöldið þá hann var náttúrulega alveg rétt á hann. Já, tökum hérna, af því það eru 2 leikir í nótt, tökum bara seinni leikinn. Sérst, ef að mistaði áðan, þá var ég með mínus 9,5 á Kansas City Chiefs. Þeir eru bara miklu betra lið og ég held að þetta verður 10 stigur líka í NFL-inu er ekki neitt. Förum síðan að Detroit Lions, Washington. Sjáum aðeins hérna. Hvað er hérna á forgjöfin á Lions? Sjá. Ég held því þetta með Lions. Já, það er líka vel gert í búlis, þau eru að zooma aðeins á þetta. Og hérna,
Já, mínus 9,5 bara líka þar. Ég held að ég ekki að spá spennu í kvöld, en ég að spá skemmtun. Það bara þannig. En Washington líka, það var bara rosa hæp á Washington, það komist í gegnum wildcardi. Magic Johnson var þarna og hoppandi og skoppandi út allt. Los Angeles búar voru ekki sátti með það. Liverpool mörg skot 33. En staðan er þó markalaus. Það þarf nýta færin. Jón Kári, over under 15,5 ár í að KR komast í deildakeppni í Evrópu. Tristir þetta betta? Under. Já. Þannig að þú heldur að það sé Evrópudraumur þarna. Já. Hvað er ykkar fræknasti Evrópusigur, Káringa? Því að þó þið hafið spilað margar lengi þá var kannski sagan ekki merkileg. Nei, en það voru einhverjir leikir hérna. Basel. Já, en þeir hendur út. Já. En bara henduleg framganga. Já, ég veit ekki. En svona eftirminnilegast kannski. Já. Það hef ekki verið þegar Celtic kom. Þeir sá, já, við töpum þar. En hérna, ég er svona að hugsa upplifun, sko. Þetta er svona upplifun. Þar mætti Van Dijk. Já. Mætti því. Káringa mætti nú einu sinni Torino. Já. Þegar ég er lítill. Já. Valur mætti Juventus. Já. Nei, ég er svona meira pæli svona að vinna eitthvað. Já, ég er ekkert þú veist, ég lík því ekkert. Ég er ekkert aðmerendilega í sögunni þar, sko. Við hefum ekkert verið feitum hest í Evrópu. Nei, þeir enda tókuðu ekki einhvern tíðan Selina eða eitthvað. Frá Slóvakíu eða eitthvað. Slóveníu eða eitthvað. Geti vel verið. Rómar í það. Minnir Gunni eitthvað í Jónsson það. í liðinu. Sagt mér sögt mann. Heldur betur. Við höldum árum á skoðum hvað er að gerast í þessu öllu saman. Fleiri mörk segja Gárungarnir. Markið Liverpool var bara fínt. Við fá mark á G-Tech vellinum. Er mark á G-Tech vellinum? Það kemur mark frá. Er það tilfinningin? Já. Er það? Það er eitthvað undan að láta, sko. Það sjá. Já. Það er skemmtilegur leikur í gangi að Epic. Svo kíkja þess á hann. Admin sendi engan til Grænhöfðaeyja en þetta móti sem betur fer rétt að byrja. Einn með allt rétt í leik kvöldsins fær ferð fyrir 2 til Kúbu. Það er ekki þetta. Shit. Sælar. Okay, Markastinu í Íslandi, er það hóttamæðurinn úr Haugum? Orri. Ég myndi segja Óðinn. Ég held að Leifur Bjarka spila meira í kvöld heldur en já, bara heldur en að hann gerði í síðust leik. Já, ég held að það Leifur Bjarka. Ísland skorar alltaf meira en 37. Já, það er alltaf yfir. Alltaf yfir. Fyrstu tvær mín. Eru að horfa á Elvar þar, eru að horfa á Elliða. Sko í seinasta leik var Þorsteinn Lea sem var fyrstur. Já. Okay. Ímir gæti líka. Já, Ímir. Ég held að Ellið muni svolítið svona passa sig. Þú veist það fara allir á Ími og Já. Og Ellið er örugglega jafnvel að Elvar fáið fyrstu 2. Ef ég var að spá sem fyrir mitt leita myndi ég setja Elvar 2 mínútur yfir 37 mörk og Óðinn markastur. Aðalega komið nóg að giskum. Já, það vilja að fara til Kúbu. Það er allir, veistu hvað, gaman að fara til Kúbu ef Kúba hefði ekki farið undir, þú veist, ef þetta væri svona bara Kanaland. Já. Og þetta verið svona eins og bara Las Vegas eða eitthvað. En það farið bara, gæti, gerist ekkert með handbolta enginn fær 2 mínútur í það. Hafið þið komið til Kúbu? Nei, en er ekki eitthvað Hefur einhverjum í húsinu komið til Kúbu? Það væri helst að Birkir væri, hann er alltaf gaman í Kúbu? Ég þekki ekki neitt, ég þekki ekki bara, jú. Það er ekki hafa annað. Ógeðslegur matur, ok. Mækarinn hefur komið til Kúbu. Mækarinn hefur komið til Það er ekki gott ef maturinn er vondur. En er ekki eitt með Kúbu að þú ert eitthvað búin að fara til Kúbu við viss tíma og mátt ekki fara til Bandaríkjanna? Jó, ég held að Hjálmar Viðarsson vinn minn lenti í því. Já. Var hann of lengi í Kúbu? Já, ég veit ekki, hann var eitthvað að tala um að hann mætti ekki fara til Bandaríkjanna en hann er búin að redda því. Já, skil. Hann er eitthvað búin að fífa, það var eitthvað smávissin. Keli svo hljóður, ég fyrir svo stressað Voru gamlir bílar á göttunum? Það er stress í gættinum. Það voru flottir gamlir bílar, eða? Já. Chevrolet 5, já, sjáðu, bara svona rétt áður en að þeir félagar mæta þarna og taka þetta yfir. Kelaðunum líður ekki vel núna. Arnarsveinn er rétt fyrir sér. Kelin er búin algjörlega offett, sko. Já, ég er svolítið... Hyggstið er mætt. Ég held að Arsenal vinni það er ekki að finna ykkur að góða mynda Arnarsveinn til að setja á Óskarsson spyr einfalda hvar var það sem strákarnir frá Bítlaborginni brotnuðu? Þetta er múrarinn. Þetta er ekki búið. Ég sé það, þetta er múrarinn. Þetta er 100% hann já. Þetta er kóngurinn. Hvað er að gerast? Lýstu því sem er að gerast, Kili?
akkurat núna voru Brentford í færi sem að Van Dijk hreinsaði burtu, það hotspinna. Það hotspinna, fylgdi sér að hotspinna eftir hjá Kela, þú byrjuðu eftir með eitthvað 20 í gangi. Nei, ég bara... Viltu sjá áður en að... Hann að skoða tölfræðina. Já. Segja hvað tölfræðilegri. Heyrðu, Brentford eiga hotnina. Sýnist að vera Norgard sem tekur maður sér það bara á Sala, hann bara dagdreima Saudi ekki vera með Epic beintana, við fáum þetta passion frá þér, Kili. Hann er búin slöka, þetta er bara TV. Já. Kilin kemur hann inn í fyrsti maður, Núñez í burtu og skot í fyrsta. Það er langt yfir markið. Þetta er svona hafsendaskot. Já. Hafsendaskot. Þetta er að fjara út. Þetta er Keti að fá víti. Það er þannig. Það lítur að vera víti. En Kiesa er komið inn á strákar. Sæl. Þessi leikur hjá mér er Vestan Crystal Palace. Setan, kemur ekkert orð. Skrifa nafn sitt núna. Crystal Palace eiga víti. Það er vantilega Matti þetta. Já. Góngurinn. Þessi leikur hjá mér, Vestan Crystal Palace, er bara búin að vera leikurinn. Rautt spjald, víti, Mateta með mark. Já. Hver fyrir á punktinn? Færði ekki með íranskan eða kúbaskan stimpil í vegabröðum til USA. Ég menn sem lett í vissinu með eitthvað tyrkneskan stimpil, sko. Já. Ég farið til Tyrklands og Bandaríkjanna. Það hefur hvað skoðið þetta. Sæðan bara, þetta er vinna þjóðikar, þetta er Tyrkirnir. Ókvæðlega. Herru, Brentford. Konate, burtu með þetta. Van Dijk, ekkert vesen. Má sjá, Crystal Palace, Mateta stígur upp og... Nei, leikur! Það lag í gegnum hann. Lag undir Fabianski sem hann lasa þennan. Hann er það harður, hann skoraði bara. Já. Sáttu líka hvað hann lappaði það punktu. Þetta var svo mikið swag yfir þessu. Hérna, settu sjónvarpið þannig að við sjáum þetta allt, Keli. Getur þú settið þannig að ég sjá líka? Hérna, að við sjáum allt. Setta bara aftar. Já, svona. Þetta er hver er á þessu? Þetta er Kiesa. Hann setur hann Kiesa í tómu tjóni. Já. Og Brentford á boltanum og spyttunum framvöldin Brian Mbeumo, en Konate er á undan honum í þetta allt saman. Þetta er hvað? Curtis Jones á Trent Alexander-Arnold horfir upp inn á Curtis. Ekkert á þetta. Og hann lætur sér detta. Leopold enda með hann. Sala. Allt er það! Skot framhjá markinu. Mo Salah framhjá markinu. Hvað er komið á klukkuna? 88:30. 88:30. Framhjá maður. Nú, við býðum eftir fleiri mörkum. Búlis, á hverju face recognition ekki lengur að virka þetta hjá mér? Það lúkaði eins og það var innir. Þetta er hotn eða margspilna? Það er heldur bara margspilna, þetta fór bara beint út af. Langt fram. Má ég sjá. Hvað er að gerast í þessu öllu saman? Birmingham er ennþá að vinna Exeter. 30 skot er ótrúlegt. Þetta er 37 núna. Já, svona farin út af, þannig að stemningin hefur súrnað heldur betur í hlégarði. Já. Það held ég. Christmas Tree og Christmas Tree syngur Hilmar Úlfars. Þetta er hart. Konate, sko, þetta er. Hann er vaksin eins og blokk, sko. Fjagraða blokk bara. Liverpool þegar að 35 sekúndur eftir af venjulegum leiktíma geysast upp völlin. Það verður bætið svona 7. Hér er, þetta er auðvitað, hvað vil ég láta bæta miklu við? Leggið það ekki bara einu? Já, 6-9. Já, bara svona herri, svona verið gott að fá 6-9 mínútur. Já, Liverpool sækja og en sækja er hérna vinstra megin. Hver er þetta? Díaz? Nei, þetta er Kiesa. Kiesa, Já, á hann Robertson. gefur hann bara tilbaka. Hann veit alveg að hann er ekki verið að gera neitt í þessu. Robertson, þeir eru bara einhverju skvaldri. Van Dijk er mættur hann á. Ég held að handboltinn var í kvöld. Já, segja gárungarnir, hver er þetta núna? Kiesa. Já, það gerist ekki neitt. Og Trent. komið boltanum eins fljótt frá Kiesa og hættir. Harvey Elliott. Mark! Já! Come on! Núnesinn. Það var Núnesinn. Það held ég. Hjöru var orðin sáttur. Djöfull var gaman hjá kallinum. Það er rángstæðana. Smettið. Er rángstæðan? Já, ég er það ekki. Ég er það ekki. Við erum að kíkja á þetta. Við erum að kíkja á varið. Þeir eru allavega ekki. Það voru bara 4 mínútur bætt við. Það var það.
Það kom leiðu skórið, það vinguði aðeins. Það var Slott var í viðtali gerð og hann sagði Núnes will score. Just look and Var see. ég ekki að segja þetta á? Sjáum hvort að Já, hann að sína treyjuna sína. Er eitthvað nafli, er eitthvað þarna fyrir varherbyggið að skoða? Já, það er nefnilega eitthvað fyrir varherbyggja skoðum. Mig grunar að sé rángstæða þarna í millitíðinni. Þarna náttúrulega klikkaði, sko. Nei. Nei, Núnes aldrei rangur. Það ekki neitt að þessu. Þetta er eins löglegt og að verður frábær sigur hjá Liverpool Þetta ekki búið. Brentford. Annað tæki fyrir aðspilun. Framtíði mættur. Já, guttin. Já, ég held að konan að sé bara þeir eru búin að vinna. Við ætlum að heyra í okkar mönnum á G-Tech-vendinu. Við erum búin að sjá þetta. Við erum búin að sjá þetta. Já, herri, mér er bara hent út hérna. Þeir eru að henda út. Já. En ertu ekki hérna í boði Hákons eða? Nei, bara Valdimarsson. Þú voru að halda vel. Ég er fylgt með svona 7 fólki hérna. Þetta er geðveikt. Liverpool, tóttu lík. Liverpool. Það henda sér út. Heldur betur. 2-0. Þetta er mark. Já. Er annar mark eða? Ég er bara fyrir utan. Þú ert að missa marki. Nei, í alvöru. Já. Núnes annað. Núnes með annar mark, 2-0. Svo eru menni að tala að selja hann, sko. Bara að halda. Hann er bara í játnum á leiðin út. Og Núnes Þú meistir þessu marki. Það er gott kvöldkongur. Þetta er náttúrulega snilling. Ef hún nærði. Flekken átt. Hákonin. Við tökum það. Flekken átt. Takk fyrir. Thank you, man. Maður vissi að þú ættum eitthvað inni og Seppandi Berg. Hann hefur líka verið komin mjög mikið bara frá vellinu með því að heyrðist ekkert. Þetta hefur verið galið, þetta lítur að vera eitthvað met í skotum með eitthvað. Það voru komið 38 skot á árið skoruð. Sjáum hvort það þetta er ekki varherbyggið tegur þetta út. Það gæti alveg verið. Liverpool, þeir hætt aldrei maður. Ég held að þetta mark er alltaf mjög tæft. Var þetta ekki fyrir alltaf miður? Sjáum bara nei, þetta gæti verið tekið af held ég. Okay. Getum við séð að seðili minn þeirra er rólegt að því að Hauka konur þær eru að koma tilbaka. Það er þannig. Hauka konur eru að koma tilbaka. En býtu ég? Hvernig stend ég? Hvernig stöndum við þessu? Það fókast upp, það ekki? Er eitthvað sem Gagbo skoraði ekki. Má sjá, varherbyggið þetta skoða þetta kannski? Jú, var að skoða þetta sko. Já, þú ert náttúrulega á okkur 17 mismunandi síðum. Ég var að dekka út hérna hjá mér. Taktu þetta af þarna, svo þetta sé eitthvað spennandi. Þetta er svo leiðilegt að það er að mennum eitthvað betting. Já, ég var að skoða Þór Hauka. Má sjá hvað gerir varherbergið. Ég fannst það að vera rangur sko. Nei, ekki það þessu. Ég er með mínus 1,5 á Liverpool. Annarkvort Vestam að Palace vinnur. Hauka kvenna. Og Fulham og yfir 1,5. Þetta? Já. Jón Kári með allt. Þetta mark frá Núnes maður. Já. Herðu, þetta... Það er það bara Hauka kvennar sem... Þú eru að klára það? Já. Hvað er staðan þar? Staðan er nefnilega, það er 84-82. Já. 4 mínútur eftir. En ég ætla að taka á þessum búna Liverpool-leik, fara á live-ei. Voru ekki að tala um að nei, hann er hérna... Nei, það var hinleikun, það var Tindastóll Njarðvík. Já, ég skil. Þessi er á Rúf 2, held ég. Það held ég... Menn að biðja Leo Reynis í kameru. Já, ég verði til það. Já, gaman að sjá hann. Væri virkilega gaman að sjá Leo Reynis í kameru. Það voru senur þarna í lokin. Leo Reynisson er á leiðinni hérna ætlar að koma hérna til Elsti sonur minn Allir Hafgjörðsson á kantinum. Það er hann, Leo Reynis. Þetta er við. Bóisarnir. Þetta er alvöru upp. Það eru 1 stig. Þór 84, Haukar 83. Shit. 14,55. Nú var hún svolítið stressaður. 4 mínútur eftir. Mækarinn, ná ég kaldan þetta mér. Ég get ekki svona... Frákast! Þetta er ekkert um því. Þetta var þú. Var þetta íslensku leikmaður? Já. Meira íslensku í kvennaboltanum. Já. Nema í Aþenu. Já. En hann er að spila eitthvað alltaf að skákina. Já. Kóngurinn. Haukarnir sækja. Hann er búinn að brjóta alla körfuboltafélagskiptuna. Já. Thank you. Þetta er Þór í rauðum, mættalega. Nei.
Þetta var bara gamla góða airball. Það er í hvítu, sko. Er ekki eitthvað? Heimalið. Þetta er búið. Herðu. Þetta er búið. Þetta er eitthvað í körfu. Þessi Sóldís? Nei, það var Þessi seðill er dauður. Valur alltaf. 3,5 eftir, þessi er nú eftir þessu hjörur. Mjög spes. Já, menn skil ekki á hverju línunum var ekki hent upp á G-Tech-vellinum. Það er auðvitað að útskýra á hverju það var. Við vonum að kvöldi verið skemmtilegt í Óla. Hvort myndi ég setja Núnes eða Kai í liðið mitt? Þú veist, þetta er bara, ég slíti ekki á Kai sem 9, mér finnst hann er svona frekar 10. Hvað Það er Núnes, ekki hægt að bera ég myndi saman. freka að vera í Kai, sko. Þú stótt Núnes að skora þarna og hann er göfsalega komið nóg að þessu gæða, sko. Sjá, Það er að gera meira en þetta. Sjáum að Búlis er henda X í bara með þess því. og Já, krussi. Horfi á stuðlana. Hjörvar að Horfa á alltaf einhverjum stuðlana. túristasælum. Já. Túristasælum. Það er ekki að bera þetta sama við minn siðil, sko. já. Lægsti stöðlinn 3x. Kóti Gafko að stinga kélan í bangið. Því miður, hann fekk nóg að færum. Allir díkó líka. Allt í kóks, ekki heldur. Ekki ennþá 1-0 fyrir Leganessu. En naflinn er... Nei, nafnið Það er er dauður. möguleik. Nei, Hjörvar, 3,5 í körfubolta, það er nægur tími. Ungur tími í fjórða. Emil Barria, hann er að messa yfir sínu liði. Já, en Emil Barria fyrir norðan, það er eitthvað koncept sem eru aldrei virkað. Þessi gæi er líka Aron, heitir hann ekki? Nei, Daniel, Daniel, já. það er því líka toppmaður, að gera mjög góða hluti þarna. Það er hérna bara okkar efnilegustu þjálfurum í dag. Vitum við eitthvað á hverju línuna voru ekki dregna fram að í lokin? Keli? Í aðna Leopoldleiknum, Já. bara Núnes skoraði og menn ákvaða að gefa hann þetta bara, þetta var búið. Það er eitthvað hannig. Það er ekki verið Sjá. dregið fram með að þetta verið eitthvað annar. Er strákurinn, hann með það góðan feeling fyrir boltanum og leiða hann að segja að Leopold voru 2-0 yfir, þá tók hann sjónvarpið. Já. Já, 2-0 yfir og þá hýrt hann TV-ið af pappanum. Já. Má sjá. En það var heldur gaman í mörum hérna. Þeir voru fljótt sleikni niður hana. Fljótt, við engum ykkur. Hvað, 87 mínútur? Sjá. Nú býðum við bara til Arsenal tjóki. Sérðu, Hjörvar hitti á þetta. Það verður heitur. Það er eini sem hitti hann. Hann gerneldi þetta alveg. Það var ekki nema, ég held að Leopold fikk 15 eða eitthvað. Já. Það var yfir 6,5. Ég ákvað að taka smá síðan. Sala var ömulur í þessu leik. Hann er bara með hausinn á sáti. Það hlýtur að vera. Leganes en þá að vinna Atletico Madrid. Tappaði bolti. Er þetta fjár út hjá þér? Þetta er fjár út. Þórsararnir, Þórskonur 89-83 og 3 myndir eftir. Þetta er búið. Þetta hefur verið svo sætur sigur. Ég hef þurft á þessu að halda. Nei, þú fækst ekki neitt. Það er fengið hérna í blackout í kvöld, sko. Já, ég skal viðurkenna það. Maður ætlaði einhvern veginn að vera rólegur í kvöld en það geta breyst. En þá 3 mínútur, þetta er 60, hvað okkur er að draga mig niður, ekki vera svona villiströka, okkur er að draga mig niður í ykkar þúblitíð. Núna fara Þórsararnir hendi hérna langa sókn, það er fyrir að tefja. Nú, við verum bara stíg út, halda þeim fyrir framann, halda varðumannum fyrir framann. Upp í galopi skot. Stíg út, eða megum ekki fá okkur sóknarfrákast. Þannig kemur hann. Sérðu. Stíg út. Herru, og það skjóta bara fyrir utan. Já. Herru. Það er bara í körfunni í dag, skýtur enginn inn í teig, sko. En það er sem er búið að fleita Þórsararnir. Þessi yfirbyrð Þór í dag er búið að vera þessi frábæra skotnýting á liðinu. Já. Svona segja gárangotnir sem hafa verið að senda á mig. Sjáuði, þetta kemur beint af æfingasvæðinu. Þarna var hún bara óvölduð inn í teignum. Þetta ruggla mann, ég held alltaf að Nei, heimaliðið er í hvítu. Herðu, það er farið að tvíta eitthvað. Hvað sjá? Sérðu, þessi er ekki góð fyrir utan þryggjastelínu. Sko. Sérðu, stíg út. Frákast! Já, þetta er ræðileg skot. Nei, misti boltan. Bandarækjamaðurinn Dæmdu villu á þetta, Simmi! Það er Simmi út af þekju. 4 stigum yfir, þannig að þetta er lítur úr ansi minútur Akureyringa og þessi er í. Ég sá það strax. Það er bara hvernig hann fór úr höndinni, eða ekki? Já, þetta var, eins og ég segi, kentu kananum í haugum þetta, það er alltaf best. Senda hana heim. En áfram körfubolti. Það er áfram körfubolti, það er bara... Aftur tapaða bolti. Þetta er búið. Nei. Þetta er búið. 96. Herri, það er öllum leikjum lokið í ensku úrvalsdeildinni sem að hófust klukkan 3, frábær sigur hjá Krista Stolinn bolti. Palace á West Ham. Verður að setja þetta niður. Easy layup, við erum í business. Allir leikinni fór eins, 2-0 útisigur.
og fá við 2-0 útisigur líka. Það bara útisigrar komnir í dag. Arsenal getur hins vegar bjarga þessu með því að vinna Aston Villa hérna rétt eftir í Já, við höldum við efnið, við viljum það. Stórleik umferðarinnar. Sjá Hauki Býtu, það ennþá Já, það er líf. Já. Það er líf. 60 sekundur og 5 stig Já. Haukar með boltan Tom Cleverley með N1 sigurinn 2-0 sigur á Derby County. Já, það gleður maður nú alltaf Það er risa leikli núna. Það er Frank Lampard með N1 sigurinn 1-0 á móti Bristol City. Það gleður maður ekki eins mikið Það átti nú Tom Cleverley treyjunum með 23 Já, Clever Play. Já Birmingham aðsiglaði sig mot Exeter, það er reyndar ekki staðfest úrslit, það er ennþá 1-0 þar. Tom Brady og félagar Já, svo er bara lítið að Fréttur Sölluson. Við náttúrulega mætum aftur hérna á eftir. Já. Getum við ekki einhvern veginn sett á tjattið eitthvað, við verðum aftur hvað klukkan, kortir við 7 eða hvernig ætlum við að byrja? Er ekki 7 hálftíma fyrir, voru ekki að tala um það alltaf? Vá, við ætlum að tala um Ísland, Kúba Og mæti Ponsan. Ponsan mætir mökkaður. Já. Það er eina sem er örugt, hann er búin að vera að hita upp heima núna yfir boltanum. Hann er að klára löggildinguna heima. Er Valur að vinna Malaga í handbolta kvenna? Já, vel gert. Á live. Stort. Ánægði með live að vera að sína þetta. Já. Vel gert. Þetta er nefnilega risa leikur. Spánverjarnir eru, segja, Gústi Jó segir að þetta sé besta liðið á Spáni, sé aðdunumannlið. Ok. Já, ok. Ekki lífur hann. Nei. Herri, býtu, ef við erum að endur sína núna... Já, það verður endur sína. Það er leikli. Ok. Það er að byrja eftir núna. Þetta er alveg að vera búið. Kjelarinn er ánæður. Það er svona þess að tökum út úr þessu. Hvað er bara farin eða? Það er aðeins skjótast. Já, ok. Sjáum þessar síðust 50 sekundur. Já. Nú þarf kaninn að stíga upp, eða ekki? Jú. Má sjá, erum við komið 4 subscribers? Erum við komin í 4.000? Við þurfum þessi 4.000. Come on, man. Villa. Sóknarvilla eða? Nei. Það stýttist, þið nærði í kvöld. Jú, sóknarvilla. Þetta er alltaf sóknarvilla. En það er spurning hvort það sé í bónus. Hvort ef við séum að fara á vítalínuna? Eru það ekki í bónus? Það þarf að gera eitthvað að gegja fyrir number 4000, Hjörvar. Þú finnur út úr því fyrir hérna handboltasóni. Það vantar 20 í 4.000. Já. Come on. Ég þarf fleiri subscribers. Já, þú finnur einhverju góð velun fyrir number 4000. Já. Já, ég þarf að finna eitthvað stórt. Búið. Hann er búin að loka þessu. Þetta er búið. Bettið datt ekki hjá naflanum. Þakka Jóni, Kjela og auðvitað naflanum sjálfur. Naflanum sjálfur mæti síðan hérna aftur og eftir. Og Keli. Í HM-sónið. Og Keli líka. Það er þannig, Keli líka. Handbolta Keli, maður. Ég er lúmskur í handboltanum. Hann er lúmskur í Ég er úr handbolta. hjallakörinu sem er handboltakörinu. Hann er blóður, það gleymist. Og Dóttar fútból mætir hérna aftur klukkan 7 í kvöld til hamingju stuðningsmenn Fulham, Liverpool og Crystal Palace og auðvitað Bournemouth sem eru stóru vinnararnir í dag.